5. september og F95 blöður hafið göngu sína og í fyrsta sinn í langa tíma með fullan bát. Fyrirliðin á sínum stað, okkar markaðasti maður á sínum stað, ég á mínum stað og drengir, það gír. Það verður bara viðurkennast. Það hundur í mönnum. Menn eru mismiklum gír en það eitthvað gír í okkur núna sem ég dýrka. Já, það bara ég eða? Eru mismiklum, hver í verstagirnum? Núna? Já. Engin. Það allir í alvöru gír en það varstu, það eitt gull light hana á kantinum. Já, svona. Það má ekki fela fyrir hlustendum. Þetta er ekki, þetta er núllari. Við erum með núllari þetta núna. Ég eini sem drekka það ekki. Já, mér finnst það að ég frekar bara að fá með Pepsi Max. Ég fíla núllaran sko. Já. Hann næs sko. Ég nenni ekki. Þú bara annarkvort, ég fæ mér ekki bjórin upp á bragðið sko. Nei. Ég fæ mér bjór til þess að finna á mér. Hamra í þig. Já, en mér langar eitthvað gott að drekka og fæ mér Pepsi Max eða vatn. Og það allavega mingir, en sko, er ekki sko, stemming bara í hópnum. Fyrsti það komið september. Já. Það búið að sturla viður. Við hringdum mér þess að í sko Sigga Hlöð í blökastinu í vikunni. Já, og Sigga Storm segi, ekki Hlöð. Nei. Og hann náttúrulega alvöru sigurveri. Því að þetta bara búið að vera besta sumar sem við munum eftir og held ég bara besta byrjun á september ever. Það var þetta rigning í gær en annars búið að vera bara sturla. Já, ég meina, þú veist það ekki þessu. Það er bara 13 gráður og léttir. Maður er bara ekki vanur þessu. Nei, hann steigu upp hann Siggi eftir að hafa skitið þarna í fyrra. Já, þetta var don't call it a comeback. Þannig að hann er kóngurinn núna. Já, þetta fekk að símtal og Við ætlum ekki að senda á hann eitthvað pakka Takka fyrir sumarið. Ég gerði það mist eitthvað að spyrja hvort það væri drikkjumaður. Ég ætlaði bara að spyrja hvort hann drikki bjór. Það var vel furðulegt. Já, það var ekki, ég hlustaði á þáttinn. Þá fattaði ég svona, hvað var ég að kalla drikkjumaður? Já, Siggi minn, ert þú drikkjumaður? Þú veist að drikkjumaður, það er bara eins og að vera fyllibita. Er það málið? Já, Nei, samt ekki. Þú sagðir ekki, færðu þér af og til 1 og 2. Já, ég hefði átt að spyrja hann drekkur bjór. Ég hefði ekki átt að spyrja ertu drikkjumaður. Þetta er bara í fósbröðin. Þetta segur hún bara, ég er drikkjumaður. Ég var alltaf langað til að vera á róni sín og lítill strákur, maður sé getið sketsinum. Já, en það er samt eins og núna Egill meina að sé hróstur að kalla þér alvöru fyllib. Já, þetta er ekki negativ sko. Nei. Og þetta er bara stemningsmaður og eins og dauðir og fleiri. En er þá ekki Egill að tala að þú veist, fólk sem getur holder liquor, skilur við. Já, þetta er svolítið þannig. Og við höfum oft farið yfir það, bara hverjir í kringum okkur geta holder liquor. Já, það eru nokkurir. Það eru flestir sem í kringum okkur allavega. Já. Hver er vestur? Það er eitthvað sem liður Hafnarfirði sko. Hvað mennur er vestur? Ertu að tala bestur í að holder liquor? Nei, bara svona hver gerir það ekki? Who can hold the liquor? Rikki kemur upp í hugan. Hann er búin að batna rosalega frá það alltaf sopnandi hann á austur og hann var náttúrulega ekki alltaf sopnandi. Hann sopnaði einu sinni fyrir utan Rauða ljóni og svo sopnaði líka austur oft sittandi í setinu sko. Já, svomandi það sko. Hann er bara að rífa sig í gangi til það sko. Já, ég hef ekki séð Rikka sopna lengi. Hann náttúrulega sopnaði lengi en svona græjunum. En nú er hann líka alltaf bara fullur í ykkur hjólís út allt Ísland sko. Hann lampar bara 2 skref og koni í beddan. Það er ekki líka skemmt. Hann er svona bara útilegukall. Já, hann er útilegukall og jólakall. Já. Það er enginn á okkur þar. Við erum ekki svona útilegumenn. Nei, tóku einhver útilegu sumar? Hjólísi? Ekki eina. Ég tók útilegu sumar. Já, tókst eina? Já, djöðlar gaman maður. Ég nefnilega algjör útilegu maður. En okkur er þá ekki komin í hjólísapakkan og... Þegar ég nenni því ekki. Ég nenni ekki hjólísi. Nei. En ég nenni tjaldvagni. Tjaldvagn? Hver er munurinn? Ég komst að því að ég er tjaldvagn. Ég er svona tjaldvagnamaður. Er það ekki eitthvað? Er það meira... Er það samt ekki... Er það ekki meira vesen en eitt? Þú ert að setja þetta upp? Nei, það er ógeðslega lítið vesen. Því að málið er að þú ert tjaldvagnamaður eins og ég er. Sem ég á ekki tjaldvagn, sko. Herru, ég ætla bara að lána það? Já, ég ætla að nýta... Nei, já, ég gisti við gistum hjá öðru fólki í hjólísi, sko. Nei. Voruð þau saman inn í hjólísi? Ekki hjólísi. Hvað er hjólísi? Hjólísi er svona bíll bara með öllu sjónvarp og svona, ekki? Nei, það er bara... Fellísi. Hæ? Já, veitu, hvað er munun og hjólís og fellísi? Hjólís er það sem Richie með, hann dregur út allan bæði það ekki? Já, en hvað er þá fellísi? Það er ekki bara sama drastlið. Ég held að það sé það sem ég er að tala um. Þú eru eitthvað að liði út á landi alveg bölvokufélagum. Nei, grenjandi og hlátur eitthvað sem heimskar. Ég myndi alltaf hjólís og fellís er the same fucking shit. Já, veit ekki. Ég er að skoða að googla þetta allavega. En hvað heitir þá svona bíla sem kostar 60 miljónir? Það er bara húsbíl. Já, ok, ég myndi ekki nefna því. Ég leigði þannig. Og þetta er ekki líka að meina að sko út af því að hann tekur þetta fellís eða hjólís eða hvað sem hann er með. Parkar í eitthvað slott
og svo hann bara mökkað og mál að síðan aftengir maður bílinn skilur, en ef þú ert með húsbíl þá þarf það að keyra á honum og þá eitthvað fyllibit að taka stæði. Já, en máli það sem við vorum Nei, í útilegum sem við gistum í þá var það sem vina fólk okkar. Það með þannig að, þú veist, þetta svona ég held að þetta sé hjólísi að þá það í rauninni það opnast Ok, betur, var þetta bíll eða var þetta ekki bíll? Nei, þetta var á kerfi þá var þetta hjólísi En þetta miklu stærri en tjaldvagn því að þetta í rauninni, þetta opnast og það í rauninni, svona í miðjunni bara svona smá playskilur en sikkur megin hægri og vinstra megin eru sikkur rúmin. Fattið hvað við, hafi ekki séð svona. Já, þannig að þú þurftir að opna þetta, þá þetta ekki fellísi. Fellísi bara þannig, þú dregur það bara eftir þér, held ég, og svo bara lappar inn. Þú bara parkar að bílnum, hendir því af og svo bara lappar inn í húsið. Já, það var ekki þannig sko. Ég þyrst að vera ykkur þannig. Nei, en við sko, tjaldvagnin er bestur. Ég ætla að röksnita. Þú komið fjórði hluti núna? Já, nei. Hvað mikið að drasli í þessu? Hvað þetta? Tjaldvagn, fellísi, hjólísi, fellísi, húsbíl. Tjald. Já, tjald náttúrulega mjög gott alltaf. En ég að segja aldrei, ég myndi ekki nenna því. Eins og tjaldvagnin. Þetta alltaf mikið vesen. Það fær ekki bara til tenni og ströndin. Nei. Reyndar komin eitthvað svona tjöld sem þú getur blásið upp að við sé þau. Ég myndi kannski nenna því. Ég myndi nú alveg slaka á því sko. Það er erfitt að blása upp blöðru sko. Þú ert ekki að fara að blása upp tjald. Það veist að vera ógeðslega einfalt. Ég var að blása upp 10 blöðrur daginn heima á mér og ég alveg það leynast í yfir mig 8 sinna með það er náttúrulega pumpa. Það er ekki að bila þessar blöðrur sko. Heldur ég sé bara að blása þetta bara eins og blöðru. Þetta er svona pumpa sem að ég stíg á. Ef þetta er ekki réttu blöðrurnar svo að blása upp. Ég er ekki að blása upp blöðrur. Ég tala að blása upp tjald með svona stígur á. En með tjaldvagnin, þú setur þetta bara aftan á bíl. Hvaða bíl sem getur tekið þetta og létt að keyra með þetta er létt. Létt að bakka, létt að keyra, þetta verður ekkert vesen. Finnst þú svona ánægð með það, okkur að kaupa það ekki? Nei, ég ætla bara að nýta tækifæri hér og auglýsa eftir tjaldvagni. Ég er til í að kaupa. Varstu ekki að segja fellís að hann? Nei, ég vil tjaldvagn. Tjaldvagn, já. Og tjaldvagn er þannig að þú, núna ímyndaði núna að við erum saman í útilegu ég og þú blöð. Og hann kerran bara núna fyrir framan okkur. Þú opnar hann bara. Ég veit alveg hvað þetta er. Nei, þú þarft ekki að gera þetta. Hann flettist bara upp, svona eins og trúða, eins og loft uppblásin kastalega, bara svona og er komin. Ég er enda nenni því. Það er ekki flóki. Ég er aldrei aftur fara á húsbíl. Veistu hvað mér langar í? Mér langar í helst einhvern svona karri gulan tjaldvagn með svona blómagardinu, einhvern svona retro looking alvöru tjaldvagn og helst búa reiki í honum. Þá kaupi hann ef hann er til sölu. Já, ég menna að það er eitthvað að senda að skila búið eftir. Þú ert örugglega svona minnst í þess af okkur þreim Egill. Þú ert engin útilegukall. Já, líkurnar að ég fari í þetta eru 0%. Ekki gaman að sitja og það er eitthvað smá eldur og allir að röfla og grilla afganga og fá sér smá stró í kaffi eða kakó. Vera í einhverju þykri úlpumaður og röfla. Þú ert eins og gaurinn sem bjó við hliðin honum hérna í vacation hérna. Þau voru í öllum flottu fötunum og muni ekki eftir? Jú, í Christmas vacation, nágrandir sem voru í öllum flottustu fötunum heima og setja allt í háglansi og það má ekki missa vasklas niður. Og hann er ekki að fara í útilegu. Já, þetta eftir sko. Ég stóni að fara Sko, veit ég hvað er gaman samt, þú veist eins og ég segi, ég verð nú að samt að segja það ég var ekki að standa í það miklu í þessar útilegu því að við vorum að gista stórum með gistingu. Ég veit að það er þægilegt. Og þannig að við mættum í rauninni bara með náttúrulega fullt af drasli og sængum og mat og svoleiðis. Svo ertu náttúrulega að hjálpa til og sína lit. En maður var ekki aðal sprautan í að koma svo til mig. Nei, það var það sem að vera að trufla mig í síðustu útilegu sem ég fór í. Ég hef ekki farið í útilegu sem ég leigðinnan húsbíl hana sem að þetta var bara, ég er ekki að grínast, ég hef sagt einhverjum í blöðkastinu, þetta var einn stærsta martröðu sem ég lendi í. Já, þú líka alltaf varst út að skýta. Kunni ekki á neitt eitthvað svo varstu með kama, þú veist, á klósettin í bílnum. Já, en voru það kúki í það? Nei, auðvitað ekki. Við vorum ekki svona pissaðar. Samt að fullt af handi og maður þurfti að losa þetta eitthvað og svo var eitthvað vesen með ram. Þetta var þannig dæmi að þegar ég er að keyra út af tjaldsvæðinu þá var fólk að hlaupa eftir bílnum og Jón Geir, hérna lögreglustjórinn einn af þeim spyrir mig bara, auðvitað, er ekki lagi með því? Ég held að hann ætla að láta mig blása eitthvað og ég bara, hvað er í gangi? Þú voru að loka hlerunum á bílnum og það var bara allt opið og allt í rugl. Ég var með bara til skammar. Var það pissið að fara út um allt? Nei, bara svona, Já, bara hlerarni, já, bara ég læsti þeim ekki, já.
Já, Og ég mun aldrei aftur Ég hef ekki sagt að þú ættir aldrei að fara Ég og veit ekki að fara í eitthvað hjóli sko. Nei, ég hef alveg getað sagt þér það líka Að fara á eitthvað hótel. En tjaldvagn, Við sögðum það líka bara eftir þess að ferði á Rakel bara herðu, við erum bara hótelfólk Já, og sættum okkur við það. algjörlega. En tjaldvagn er allt annað því að það er bara eitt handtak. Þið fannst örugglega mjög fínt að vera í tjaldvagna því að var einhver annar að sjá allt fyrir þig. Nei, En svo nei, sagði það. ég var Þú þurftir ekki að gera neitt með að þykja sína lit. Nei, ég var ekki í tjaldvagni. Hvað er þetta að rosa þig? Því að það var fólk í útilegun sem var með tjaldvagn og ég var að skoða svona fullt af hjólísum, fullt af svona húsbílum líka með bara heitum potti og sjónvastæki Heitum og potti? alveg á uppblásum potti Hvað, bara inn í MTV einu. Cribs? Já, þetta var fárulegt, það var í alveg gæi bara með vinkæli og reykjelsi og eitthvað svona sitt sko. Mun það aldrei gerast eiginlega við þrýr förum með fjölskyldnar í útilegu allir með Tjaldvagn, tjaldvagn eða fellís eða eitthvað Var ekki þetta að platta því það? alltaf. Já, sko, ef þú getur lofa eftir 20 gráður Það er ekki þetta að lofa því Jú reyndar það elda allir veðri rosaleg og þetta er mjög idiot-proof græja Já. Já, og Ég, tökum sko, við með mögulega held ég sopni Já, ég fíla Ég allavega persónulega fjalli algjörlega fyrir þessu þarna í þessar útilegu. Já, svo verður þetta þannig útkomi ógeðast eftir hálft ár þú ert búin að kaupa þetta sko Ég bara, þú veist, þetta er bara svo Þá er ég ekki að tala um að það sé almennt hjá fólki bara þekki þig, þú mútt ekki nenni sig meina svona hálft ár meðal tími að henda upp fellhísi það tekur alveg klukkutíma því að þú þarft að opna þetta er svo stórt og svona þarft að setja spýtur undir dekkin þarft að gera Spýtur undir dekkin þú veist að þetta má ekki fara á ferðina og þetta, þú þarft að opna þetta allt og þetta er alveg maus tjaldvagnin er eitt bara, þú gerir bara, hann er bara mættur. Ef það er tjaldvagn sem við viljum selja endilega heyrið í Steinda á Instagraminans eða á mailunans en Það er sko, þú komið svo 10 skilabóð núna, ekki lofa þér Ég er bara þakkláttur fyrir það mér langar í tjaldvagn. annars er alvöru helgi framöndan það er landsleikudrengir, það er búið að kveikja þetta ljósun og það er Ísland-Azerbaijan hér á eftir Vistu alltaf vera að keppa við þetta lið Azerbaijan? Glænýtt gras Nei, það hefur aldrei komið hingað sko, Það er nú kannski ef ég heyri bara Ísland er að keppa á morgun eða í kvölda eitthvað og ég spyr, já ok, á móti hvaða liðið það? Þú veist, er það Portugal eða Brasilia eða eitthvað stemning? Það er alltaf sama, það er Azerbaijan og þetta er alltaf Langaði að fara á Ísland-Brasilia í kvöld Nei, þú veist, ég er bara, skilur Það er stemning. Það væri verið stemning en Það er Ísland-Frakland svo Já, það er til dæmis stórt lið og svona Frakkland-Ísland. Ég er ekkert að gera lítið úr Azerbaijan Þú varst endur að Ég er bara basically að segja það er bara alltaf sama viðurregni Við erum bara að keppa við þetta lið núna Svona 50 sinum Nei, ég held að sést að ruggla því þetta er líka stundum Armeni og eitthvað, veist, bara, þó þetta byrja á A, Albani og eitthvað, þá er þetta ekki allt sama landi sko. Nei, nátt ekki að vera gefins leikur en það hlýtur nú að vera Já, samkvæmt veðböngum, en við fáum alvöru sérfræðing hingað í stúdíói til þess að ræða þessi mál Eiður Smári Guðjónsson fyrrum fyrirlið íslenska landsliðsins og aðstofþjálfari ætlar að koma hérna og ræða aðeins við okkur leikinn, hann og náttúrulega 2 drengi í hópnum Hvernig þetta fer og aðeins sem alltaf steinum og bara hvort við eigum senst á að komast að HM og fleira tökum hann í smá spjall, við erum með klefa í fyrsta sinn í langan tíma og það er nýr klefi, það er svona ný pæling við Steindi vorum að hringi fólk út á landi og spyrja hvort það væri til í smá lyklapartí steikt en vonandi hafið gaman að þeim svo er það spurningendi Gilsarnas hvað er að vinna með þar? Þetta er seasonal keppni í dag Nó, Það hefur verið 2 King of Haust King of Ógeð er aftur núna King of Ógeð, ákveð það hún hefur síns Hvenær var það? Hún var 2024, var 2 þá Tvís? Þú hefur ekki tapað þessari keppni sem er magnaður árangur sko Það þú ætlar að koma reiður inn og vilt vinna þetta í dag sko. Mikið er maður ógislegur maður heldur titlinum bara ára eftir ára Steindi undir fítið í King of Já Ógeð sko, þú verður að halda þessu winning streak með þessa keppni Já, ég með þetta titil sem að maður vill helst ekki vinna Nei, ég hef ekki haldið það. Svo erum við með Don't Call It A Comeback, Íslensk slúður, Steindi. Yes. Þú varst maður að lofa því á Instagraminu hjá mér. Já, ég er að púsla þessu saman. Það er náttúrulega komin alls konar mail og svona það helsta sem ég er að fá. Ég er náttúrulega að fá rosalega mörg mail. Já, það er mikið að gerast. Já, en stundum sé líka að koma mail frá sömu aðila. Já. Og þá eru meiri líkur að segja eitthvað til í þessu kannski. Í soldið. Og það er í rauninni núna og ég að gefa ykkur tís eða vil ég alveg hafa þetta, vil ég vita eitthvað smá kannski. Já, kannski smá tís. Já, það er mikið að frétta af rassamælingum hjá Kolbarnum. Það er Þetta er það sama. Nei, það er ekki það sama. Ég er það helviti beppar að heyra hvað er að frétta af þeim sko. Sama, það er ekki það sama. Hann er með allt aðra tækni í dag en hann var með í fyrra. Og svo er eitthvað smá æskæsvesen hérna, aðalega kannski hjá einum í hópnum, það er svona ok. hann vil fá
Já, ég ekki bara Við erum alveg skýslu Það íslensk slúður í fyrsta sinn í langa tíma og svo nýjasti liður F95 blögg hver nær líka sem að á eftir en sko, talandi Eiður sjá koma drengir ég kannski fyrsta sinn farin að hallast að því hvort ég ætti að fara í hárigræslu Já, auðvitað af því að þetta svínvirka í honum en ég held samt að ef ég myndi gera það þá myndi ég snóða mig ég myndi ekki útlöka það að vera bara komið strípur eftir 2 ár sko Nei, ég held bara, ég væri til í núna að vera með lit yfir allan skallan Þú vilt vera áfram í rauninni sköllóttur en með brottana í rauninni já. Bara vera með skuggan eða bara eitthvað alvöru dæmi færðir Góða hárlínu eða alvöru þú veist, já, eða bara færðir skilur bara eitthvað greiðslu sem svakaleg En við erum að fara til Tyrklands en það bara staðan, við erum að fara til Tyrklands og við erum að fara að skella blöði í þetta Ég ekki að staðfesta Það ekki lengur sköllóttur Veistu hvað það eðilegum með all my routine Já, herru, hvað ætlar Ég er búin að kalla sköllóttur 5-6 greinsta þætti þannig að ég held í mörg á Hvað ætlar að vinna með ef við kynum það með lubba? Þá er ég alveg veðsinn Ertu búin að bera þetta undir frúna? Nei Af því að sko, náttúrulega hún kynnist þér og fellir fyrir þér sköllóttum en nú varst að fara að gjörbreyta útlitinu Nei, ég er ekkert að fara að gjörbreyta útlitinu Nei, ég er að segja Þó ég sé komið smá skugga á að ég sé bara snóðaður Hvað heldur ég verið bara allt annað maður? Nei, ég er að segja, þú gæti við þessum verið komið hana Heldur ég verið bara mættur á flöskum bara heldur það sé skallin á mig sem er að hægja á mér Ég verið bara mættur í bæ bara eins og úti í Haraldsson með pítsuna því ég komið hár Nei, ég er að segja, kannski er samt bara Rachel með þeng fyrir sköllóttu mönnum Reynda þegar þú segir það fyrir hann til maðurinn líka sköllóttu sko. Já, ég er að segja, ef þú myndir segja venna, herru, ég er að spája take this away from you og ég ætla bara að fara með full set of hair Full set Já, þá verður þú bara að snóða þig og þú berið undir hana Já, ég er alltaf bara svona aðeins fann að hallast að ég væri til að skoða þetta Já, ég er bara interestu, leiður okkur að fylgjast með og hlustundum Já, ég meina Þetta ferlið Já, ég myndi alltaf Þetta myndi ég gera það Ég myndi aldrei mæta bara allt í henni hingað Eina sem böggar mig þessu Ég er búin að heyra það og mér ekki drekk í 6 vikur eftir þetta og mér ekki svitna í ykkur 2-3 mánuði Það er reyðis fyrir þið sko Reyðis fyrir það með ekki svitna og líka með ekki fóður að glas Það er skemmtilega sem ég gera fyrir ræktun og drekka Spurðu gerðvigrindina þessu Þetta er bara bull sem þú ert að heyra Nei, við getum bara spurt Það er einn á leiðninga sem að fór í hárugræslu Við getum bara spurt einn á því Heldur þú að þú meir ekki fá þér eitt lightbjór Steindi, á hverju heldur þú að þú viti betur? Nei, ég er bara að segja, hvernig getur það bara Af því að mér var sagt af einhverjum sem fór í þetta Já, en ég er bara að segja, það ástæðan fyrir að vera að segja þetta Ok, nei, ég er núna, ok, ég ætla að gíska, þetta er mitt take Já Ég veit ekki Þetta er bara giskja, það þú veist þetta ekki Mitt gisk er það sé að vera að koma í veg fyrir það Fólk sé að detta í það og detta á á þetta sem að vera að gera og skemma aðgerðina Detta á hausin Nei, ég er að segja, þú veist, auðvitað, það er ekkit ef þú mættir ekki fá þér einn lightbjór eða mættir ekki, þú veist, svitna fólk svitnar alltaf, þú svitnar bara Já, það er verið að tala að fara í ræktina Já, þá máttu heldur ekki eins og bara takk í vöruna En þú getur bara Spyrjum bara gutta út í þetta í sveppina og stikkin Hvað sér það, eða ekki? Eða máttu Já, auðvitað Fyrstu máttu ekki að fá þér áfengi og lítur að mega að fá þér kókain bara þegar þú ert nýbúin í hárigræslu Ég get sagt þér hvað þú mættir ekki gera Hugsi lausnum hann að þessar 6 vikur Já, þá frekar verði áfram sköllóttur heldur ég sé bara komin í kókain og sveppi Nú er ég ekki maður sem er að gera þessa aðgerðir en ég myndi freka gíska og mættir ekki fara að horfa á torfærukeppni Af hverju? Af því að þá fer bara reki í þetta og móð Ævist að stindi Ég stundum, ég get ekki tala við þig Hvað er mikið eftir að þættin? Nei, ég segja þú heima 1:40 Klukkutíma 40 mínútur sko Hvað er þetta bull? Ég er að segja það er maður á leiðningar sem fór í þetta, þess vegna veit ég þetta Já, ég bara veist, máttu ekki vera í gannislag, make sense Máttu ekki vera í gannislag, það make a sense að það má ekki nutti þetta Já, ok, þannig að þú segir ég megi drekka og svitna en ég megi ekki fara á torfærikeppni og ekki fara í gannislag Það er bara, það sem þú heldur heyrðu það fyrst hér Spyrjum Gutta út í þetta eftir Heldur að sé eitthvað efni í einu lightbjór sem að lætur hári eyðast sem þú varst að fá þér Já, það er greinlega eitthvað þannig að áfengi fer eitthvað illi í þetta Sko þetta verið 50-50 með Gur Jónsson og eftir annarkvæmt er þetta hárigræslan og leikur Þetta er 50-50 skýrsla Já, ég myndi segja þetta verið 90% hárigræslan Við erum að fá hann út af landsleiknum Við erum ekki að fá hann hérna þegar hann var í hárigræslu Ég er eitthvað rugglar, ég var bara að tala um að ég væri núna til í að fara í þetta Já, mér stiði þetta Ræðum við um leikinn En það er komið að fyrsta lagi dagsins og já sko, við erum með risa kikk á morgunsteindi, við erum á leiðin á Ljósanótt og í fyrsta sinn sem að við verðum á stóra sviðinu 22:05 strax eftir flugveldarsýningu þá munið að heyra þetta lag byrja og ég ætla rétt að vona að verða alvöru stemningar í Reykjanesbæ. Þetta
er topp tónlistarstöðin FM 957. Við vitum öll hver svo besti, það hann Guð. Þetta verður tekið 22.05 annað kvöld á Ljósanótt. Jesus is King, það vitum við og það veit Steindi líka. Við erum búin að ná honum, Steindi. Þú varst ekki trúaður en þú ert komin í það hataði Jesú, nú elskar hann Jesú. Ég bara elska alla. Þú þurftir, manstu eftir hérna á Twitter, you need one puzzle eitthvað, það var Jesus in your heart. Já, ég menna, Jesus is King. Já, það bara The man Jesus. Það vantar það. Varst að tala við hann? Nei, ég bara hugsaði, mér langar fleiri línur inn í hver svo besti. Já. Pep og Jay-Z. Já, Það er strax komið lestur frá, náttúrulega við erum 3 idiots, þess vegna erum við ekki á bylgjunni. Já, eftir að tala um þessu tjaldvagnadæli. Lestur Það dælist á mig hérna líka, sko. Hvað er fólk að segja? Kom ein hérna bara, OMG, get ekki hlustað á ykkur, eiginlega kattar okkur idiot sandwich, hjóli sé ready, dregur eftir þessu hús, ok, allt ready, spáur ekki neinu, felli hissi, tjakkar upp þakinu, dregur út rúmin. Ég gisti í þannig í Já, útilegum. þú varst í fellísi. Þessi að tjaldvagn en næstu við bara svo tjald á hjólum hræðilegt ógeð, og þú sagði ekki ógeð bætti ógeð og sagði hræðilegt. Ekki verið að segja ógeð. Ég bætti ógeð. Bytta nú að senda þér af Ég veit hverju það 3 myndir ógislegt. og þetta er tjald á hjólum. Já, Það er ekkert ógeðslegt. Ég fekk þetta frá nokkrum, sko. Maður var heilablæðingu og hlusta okkur tala um tjaldbúna. En svo við tjaldi, ekkert eðlilega heittan dregur upp hrossaflugur inni, kongular, álfur ógeð. Þú ert aðeins, sko, ok, ég er ekki mikill útilegukall en hægðu aðeins á þessu. Ég svo við tjaldi. Ok, þetta er nákvæmst að gerist. Já, hvað, þú varst 13 ára? Hrossaflugur, kongular. Sko, ég er ekki tjókastarðar. Ef ég ætti tjaldvagn, þá væri ég bara í útilegu svona 3-4 sem í viku. Nei, Jú. Hvað, þú ert í vinnu? Já, ég veit. Krakkarnir eru í skóla. Já, við myndum samt bara, ég væri bara gist í þessu bara út í garði, sko. Og bara, maður sko, maður er feskur að, veitir hvað maður sefur vel í svona? Maður sefur svo vel í Nei, maður sefur hræðilega, svona 600 stöði hitti hann inni. Nei, maður sefur svo vel í útilegum. Alls ekki. Ég aldrei sofi verri en í útilegu, sko. Hvað er langt sem að þú fóst í útilegu? Þú er ekki í útilegu? Jú. Nei, þú getur ekki talað um eitthvað. Ég fær þetta í Vestmannaeyja að gisti tjaldi svona 18 sinnum. Já, bara sem úlingur. Á þjóðhátíð? 18 sinnum, þá er ég, þú veist. Þá ertu fullur á þjóðhátíð að gisti tjaldi? Það er samt tjald. Já, þú sefur ekkert vel eða Hver munur að vera þar eða bara eitthvað staðar í Þetta er munur, eða í Grenivík. Þú ert fullorðin maður með börnunum. Herðu, já, Steindi Junior, hann er ekki velkomin í Grenivík eftir þjóðhátíð. Ég er búin að tala um mitt fólk þar. Hann er game over. Þú getur ekki lampað inn í bæinn. Gleymið þessu, ég er búin að tala við mitt fólk þar. Þetta er alltaf byggt á miklu misskilningi til að byrja við. Af því að það var bara þannig að við sátum með Rikka G. Og hann var á leiðin til Grenivík. Steindi, þú ert game over í Grenivík. Þú getur ekkert ekki að fara að stíga á sæti. Ég ætla enn og aftur að útskýra hvað hérna Þú er mistur held ég að ferða það með. Slaka því að ég sá hérna. Ég er ekki að vera leiður. Þetta er ekki að fara á. Ég er að segja, Rikki hann var að taka Jagamastir þegar hann sagði því við mig. Já, svo kallinn bara að fara til Grenivíkur. Þú veist, hann var á þjóðatíð, klukkan var svona 5 eða eitthvað. Þú veist, við vorum bara í þættinum. Og hann er í keislunni, sko. Hann er komin í jagerinn. Og samt var hann að fara. Og þá gerði ég náttúrulega grína þess að bara, þú ert byrjaður að skemmta þér. Hætti að afsaka þetta. Það var bara málið. Við ætlum að fara, já. Svo ég bara, hvað meinar? Þú vinnur Grenivík tilbaka. Nei, þau fyrirgefa þér einhvern tímann. Já, sko málið að ég held að ég sé mér þess að ætta eitthvað svona hluti að mér. Jú. Þú tekki eftir það. Jú, eitthvað 1/3 að mér. Þetta er málið, ég þekki fólk í Grenivík. Það er bara pirraður en að sleika það svona. Það eru hættu Grenivík. Grenivík og Mósberg, þetta er bara the same. Bara gott fólk. Nei, þau sjá alveg í gegnum þetta ruggljöðinu. Það grínast, það ég var dælist á mig skilabóðum hvað þið eru vitlausir. Þú ert að fara á Sigló, þú ert að fara á Húsavík, þetta er eitthvað öðru location sem þú farir í. Bara ekki stoppa við í Grenivík. Við förum tveiti Grenivíkur en það er komið að slúðri hér í FM 957 og ég myndi að segja fyrsti. Ætlaði að fara að segja það? Já, þú ert ekki velkomin í bæinn. Við erum að fara að gigga á Grenivík. Já. Það er engin Steindi þar. Hættu þessu dreng. Hættu að vera hostile crowd þessu messagesklublendi. Ekki að vera svona leiði. Það er kveikjar í enni. Við ætlum að Við ætlum að regla. Sakalegt.
Ég verða að útskýra okkur ég að læra Steindi bara þannig Það má engum líka illa við hann Og hann verður bara núna að ná greiðning tilbaka Því hann sagði eitthvað Hann bara Hann er að reyna að snúa Hann er núna brjálar Við sem að segja Hættu þessu bulli Ég elska greið Hann var byrjað að tala Hann var í ættaður frá greið Hvað er lengi að keira? Nú, þú lítur að vita það Þú ert ættaður frá greið Það er langt sér í fór, hvað er maður svo? Þetta er lengri en Akureyri Þetta er svona út 6 tíma hérna Ég ætla að kíkja hann 6,5 Nei, bara í guðan að fara það í skóldu vesti Nei, ég ætla bara að setla þetta mál með mitt fólk og hell í mig Komið að slúðrið í FNÍ5 blöð Fyrsti mólin er eiginlega bara hálf sorglegur ef ég var hinskilinn Vitið hvað er að fara að keppa á næstari? Floyd Mayweather og Mike Tyson ætla að fara saman í hringin Floyd Mayweather er 48 og Tyson verður 60 á næstari Cash move Já, þetta er líka cash move Þeir eru náttúrulega ekki til sama þyngdaflokki Nei, þetta er bara óþægilegt Þetta er allt saman skrítið Þingir hann sig þá vel, Floyd? Ég veit, þetta er náttúrulega bara gert fyrir pening Æfinga, þeir eru aldrei að fara að kýla hvern annan eða neitt svo leið sko, þeir eru bara að sparra fyrir fram á fólk og fá pening En haldið þið að verði gott áhorfa á þetta? Myndið þið að horfa á Tyson, Mayweather, annar er 60 og hinn er 50? Ég myndi ekki, í alveg, ég nenni ekki að horfa á þetta og þetta er samtalið my thing sko, en það sem ég fíla við þetta er bara 2 gamlir kallar sem er að kassin og þeir eiga skili Já, við getum ekki verið að dissa það Þá er það næsti móli og það er Sydney Sweeney Hún er komin á fast en hún er byrjuð með aðaldamanninum Scooter Braun sem er fyrrverandi umbósmaður Justin Bieber og held ég fyrrverandi umbósmaður Ariana Grande Þannig að, hún er ekki á lausu lengur drengir. Heitir þessi meistari Scooter? Scooter Braun, já Það er rosalega nafn sem ég heirt sko Þetta er gott nafn, já Scooter Braun Það er rosalegt Alveg nafn Já, og hann er vist mjög umdeildur Hann var líka umbósmaður Taylor Swift Ég held að það er allir hættir hjá hann Justin Bieber, Taylor Swift og Ariana Grande Þetta er hann Þetta er svona venjulegur gæi Já, en það er nóg til sko og Þetta er alveg myndalegu maður Já, og maður sér að hann er búin að fara í Hollywood tennurnar Hann er með svona 6-7 númurum of hvítar tennur Veitir hvað við og aðeins svo stóra þegar þú lukkar eins og hafið gert þetta bara sjálfur ykkur staðar eins og sett bara með fullan tyggjópakka ekstra upp í þér Það er rosalega fyndið með þessa tennur sko þú veist sem eru svona sem eiginlega flest allir eru komin í sko Þetta er sko þetta er svakalegt sko þetta er svo illa gert stundum samt er þetta einhvern veginn það getur líka verið flott sko Já, og beinar og hvítar Já, þegar alla tennar eru nákvæmlega eins alveg beinar, alveg hvítar og það eru svona 6 númurum of hvítar og það eru óþægilegar Þetta eru óþægilega tennur Við skurtum auglýsingar Síðasti mólin er að tónlistamæðurinn Drake hafna því að fara í bara brasilíska rassaliftingu Akkur má hann ekki bara gera það En það er verið að tala um hann að gert það við magavöðuna sína Já, akkur má hann ekki Og þá ætla ég að spyrja þig Egill Er þetta eitthvað því að þú ert með allt svona hreinu Eru menn að fara í svona rassliftingu á magavöðuna sína? Já Sko, í gamla dag þá var lið bara að sprauta Það er auðvitað að fara bara í gimmið og borða holt og vinna fyrir sko Þetta er quick fix Sko, í gamla dag þá var lið að sprauta einhverjum ólím í vöðuna sér Muni ekki eftir því? Jú, það er sterar Nei, ekki sterar Þetta er bara eins og bara matarolja eða eitthvað líkuð sko. Hvað heitir þetta aftur? Þetta er ekki sinnþólið Jú, þá voru menn bara í því Þá ætla bara að sprauta En þú sérði alltaf hvaða trúðar er í því og hver eru búin að vinna fyrir Svo byrjar þetta að leka og færast til Allt er þetta komið með eitthvað bæsepp á framhandleggin og svona Hann áreiti að vera það Mjóra framhandlegg en rísastóran bísepp Ég er gaman að því Ég held að við ættum að Nei Herðu, við skuldum auglýsingar Þetta var slúðupakki dagsins Var hann ekki bara allt í lagi? Hér strax eftir auglýsingar kemur fyrir landsliðsfyrirlið Íslands og aðstoðarþjálfari íslenska landsliðsins og við ætlum að fara yfir landsleikin sem byrja núna 18:45 í beinni útsendingu á Sín Sport Gummi Bena frá Lísa þannig að ekki missa af Eiði Smári Guðjónsson hér eftir smár Topp tónlistarstöðin FM 957 Það er fyrir að hlusta hér á FM 957 á FM 957 This is what I feels like með Armin van Buuren Þetta er þetta þinn maður eða ekki Egill? Það er frábær Já, alveg DJ En við erum hins vegar konum með alvöru gestinga í stúdíu Rándýr Já, rándýr gestur og ég held að flestir hlustendur ætti að kannast við hann að Eiður Smári Guðjónsson, verður velkominn Takk Fyrsta spurning er alltaf bara, hvernig ertu?
Já, ég myndi segja ég væri bara geggjaður sko. Ekki? Það ekki? Allt upp á tíu? Aldrei verið Nei, betri það lítur mjög vel út Aldrei verið betri Takk sem leiðis Já, það var það var verið að ræða hárið þitt aðan því að við Steindi fórum að rífast, ég var að segja þetta í fyrst innkomi að ég svona fann að hallast að ég gæti fara að skoða þetta, kíkja til Tyrklands Það er svo seint fyrir þig Það? Er það þannig? Já, já Okkur? Já, ég þekki þennan fyrir Já, hann byrja okkur á seint fyrir mig You're too late Alvörunni? Nei, Það steindi reyndar eftir að hann byrja að skipta í miðju Já. Guð minn góður hvað hann er falleg Sexy Já, það er allir að tala um nýju greiðslunum Eðlilega sko. sexy, sko. En þetta er ekki þá seint við blöðarann nei, ertu að tala Það er þetta hár uppi líka En byrja, ertu að tala um að því ég er orðin það sköllóttur að það er þetta vissinni? Já, að þú gæti þurft að fara í tvær Það færði bara í tvær Nei, Tvær ferðir? Já, tvær aðgerðir Já, það er bara, það er miklu betra fyrir þig Þó að séu 4 eða 5 þá gerur það Er ég bara að fara að setja eitthvað met? Er ég það sköllóttur að ég það bara að vera það í 2 árið? Þú ert ekki það sköllóttur Já, þetta er hérna aftan á Með grunna stundum og svo faking it sko Þetta er hvað röggl Það hefur komið Það er ofta eins og sett bara frið Ok, annars sem við þurfum að ræða hérna því að ég man Eiður og þú sagði mér og Steindi trúið ekki ef maður fer í hárigræslu þá máttu ekki drekka það í einhverja vikur verða ekki þannig? 2 mánuði fyrir 2 mánuði fyrir og mánuði eftir Já, en þetta eru 3 mánuður svo máttu ekki drekka Já, en af hverju er það? Já, það er bara af því að sko Steindi heldur að segja að því þú getur dottið á djamminu Nei, segjum bara að hérna líkaminn setur allan áhuga á því að hérna græða hári Þannig að þú vilt ekki hafa eiturefni í líkamann okay. Já, en er þetta ekki bara sama eins og þú ert að fara að fá í tattoo eða eitthvað þegar þú mátt ekki drekka ára að fara í tattoo það er nú svona örgla í grunninn Það er flesti fulli þegar þið fara í tattoo þetta er bara ekki sambarilegt Nei, ég er að segja að þú mátt ekki fá í tattoo er alltaf búin að drekka á því tattoo því það er alltaf að segja eitthvað svona að það var blóðið er þynnra, skilur og en mig grunnar að sé nú aðalega bara svo fólk fái sér ekki bara einhvern dreka í andlitið En ákveður heldur þá meir ekki drekka 2 mánuðum fyrir Já, það er það sem er að bögga mig Þegar ég held þetta væri hann og mátt ekki Það sem er að bögga þig, sko, þetta er aðgerð Já, ég veit Þetta er ekki bara að liggja á bekk og þú veist, einhverju að króta eitthvað á líkamæðin Þetta er alveg smá aðgerð Já, ég gerir mig greið fyrir því Og fyrir þá sem að hafa farið Ég er ekki ennþá búin að staðfesta að ég hef farið í Nei, þetta fór bara allt í það sprett Ég fann mér bara eitthvað búlgar sjampo sem var bara frábært En svo náttúrulega líka að tala um englahár hafið ekki heyrst það? Nei Það er að þú ferð í hjartastopp og þú veist að þú myndir núna skilur vera að labba hérna blöðu og lendir í einhverju, skilur og ferð í hjartastopp eða eitthvað og pumpaðu tilbaka, þá getur þú fengið hár fyrir að vaksa aftur Þá er ég bara frekar sköllóttur sko Það er að þú nennir ekki að fara oft til Tyrklands Þá gæti ég frekar flýið til Tyrklands Ég get líka að setja bara með þig og vakta þig Við keyrum þig niður en ég pumpaði upp Ég er góður En áður hefur bara hættu að ræða hárigræslu Hvað er ég, ef ég færi núna eður í hárigræslu Hvað er ég lengi í stólnum? Ég veit að þú fórst ekki En hvað myndir haldið þetta að vera langt? Ég myndi giska á 6 tíma 6 tíma? Já Og myndir þú halda þetta sé vond? Nei Þetta er ekki sásökafullt? Nei Þetta er smá svona deyfing Og þú ekki svæfður hérna? Jú, hálfsvæfður Hálfsvæfður? Já, þú ert svona hálf einhvern veginn bara Þú veist, þeir eru basically bara saman lífi sko, þetta er bara indislegt En er blöður ekki búin að drekka í 2 mánuð þá myndi hann fíla að fá smá böss þarna í aðgerðinni sko Þú var 6 klítíma, þá er blöður lengur eða ekki? Já Ég myndi segja 12 Ég meður þetta 12 tímar Ég ætla að skoða þetta Ég er alltaf ekki farin að skoða Þetta er í fyrsta sinn sem ég er svona herðu Ganski var ég alveg til að skoða þetta Hefur einhvern dotti að opna svona Íslandi af því að þetta verðist vera góðu business sko Ég er búin að spá þessu Er það? Kostar þú mikið Kostar þú mikið að setja upp svona klinik? Já ok Af því að þegar að vera að bjóða þér erlendis og bjóða þér fríagistingu í 3 daga ásamt aðgerunni að mér skilst Að mér skilst, ok Þú hefur heyrt Ég hef heyrt það, eina frændi sagði mér það Þá sko var þetta kannski einhver staðar þú veist, hvað hefur segja, 1 milljón kall eða eitthvað að flytja fólk til Íslands og vera með þessa klinik myndi kosta 2 áld Akkur ætti fólk að koma hingað til að gera það Já, þetta er bara fyrir lókalinn þá að þá sleppur við allan kostnaðin með hótelið og ferðina
Já, það er ekki bara hluti að reynda þú segir að við erum farið til Tyrkland sem má ekki drekka Herru, hérna Við varst ekki fenginn til að ræða hár og háríkræslur Það er landsleikur í kvöld og þetta er Ég myndi ekki segja bara stærsti landsleikur okkar í langan tíma Svona leikur sem skiptir alvöru máli Myndur við að kalla þetta svona fyrsta alvöru verkefni Arnars Gullnags í kvöld Já Og líka náttúrulega bara allir landsleikir þegar við tölum það, þegar eru bara nokkru ári þá er þetta alltaf stærsti landsleikur sem að sögur fara af Já, en þetta er fyrsti leikur í undankeppni að HM Já, og ætti að vera frábær og við erum að bjóða upp á yndislegt viður og ég hlakka mikið til að bara labba niður á völl Já, en sko, Azerbaijan er þetta lið sem við eigum að vinna léttilega? Veistu, þekkir eitthvað þetta lið? Erum við ekki alltaf að keppa þetta lið? Nei Jú Er það ekki? Það var ekki Mosó bara daginn Mér líður eins og sem alltaf að keppa við þá Nei, það er að því þetta stundum alban Það er eitt sem er svo miskilið í fótboltaheiminum á Íslandi að við erum, hvað erum við? 400.000 manna þjóð Við erum bara þorp Já. Hvað búa margir í Azerbaijan, veistu það? Nei, en þú veist, ég er nokkuð vissum að það séu fleiri en við En það að tala að við eigum að vinna, við verðum og gerum og ættum og alveg sama móti hvaða þjóða er ég er bara ekki sammála því En jú, þetta er svona ef við ætlum okkur einhvern hluti þá eigum við að vinna þetta lið og vinna þessa þjóð Eigum við séns í þegar þú horfur riðilinn, hvað er þetta? Þetta er Ísland, Frakkland Úkraína já Azerbaijan og Azerbaijan það fyrir eitt lið beint upp eða ekki og eitt í umspil á Ísland séns á að fara að HM 2026 Já Þið finnst það? Við erum með nógu gott lið Já, náttúrulega með 2 guðar sinn Já, það er enda rosalegt En nei, sko Frakkland fyrir bara upp og verður í fyrstæti eins og við vitum og þetta snýst bara að keppa við Úkraínu Hvernig liðið það? Er það gott lið? Já, þeir eru að standa í alls konar allavega Já, en eru þið með gott landsleik? Já, þetta er allt stóra þjóður hvað er bara grilljón manns sem að búa þar og þeir eru alltaf með góða leikmenn og alltaf með leikmenn í hæsta gæðaflokki Við erum allir þokkalegir myndi ég segja Okkar lið Já En enginn sem er eitthvað outstanding á heimsmæli Nei Þeir gæti átt það Við erum svona, með náttúrulega leikmenn sem bara, og þegar við erum lið eins og við sýndum 2016 eins og við sýndum 2018 þegar við erum lið þá getur allt gerst hérna á Laugardalsvellinum Já, ég er peppað við leiknum Já, bara liðsandinn þarf að klára þetta En hvernig er að eiga 2 sinni í landsliðinu? Stoltur? Já, stoltur, já En þú veist sinni mínu þurfa ekki að vera í landsliðinu til að ég sé stoltur að þeim Nei. Ég er meira stoltur að þeim hvað þeir eru bara góðir og ljúfir og yndislegir drengir En maður hlýtur að finna bara fyrir smá stoltið þessu konur í treyðunar Þú veist, að sjálfsögðu Þú erum ekki að fara að grenja hérna Nei, en ég ætla að gefa þjóðinni bara grenja moment En eitt Sko, nei En jú, ég hlakka mun meira til að fara á völlin í kvöld af því þeir eru þar en það skiptir mig ekki máli hvað þá varðar Nei, ég skil það Áður við sleppum þér þá verð ég að henda þér í hraðaspurninga það er langt sem þú komið og þú þekkir reglur þetta er bara svona að hreinsa á hugan og segja fyrsta sem þetta eftir í hug Tilbúin? Nú ekki lengi að hreinsa Hann var ekki til í þetta sko Já, hann hefur tekið það nokkru Það var bara ekkert í haustum á mér Það þurfti ekki að hreinsa Uppáhaldsmatur Pizza Besta bíómynd allra tíma Shawshank Erfiðastu útivöllurinn á ferlinum Highbury Highbury? Ok Varstu þú þar eða? Nei, mér finnst það bara áhugavert Bestu sjónvarpsþættir allra tíma Hvað hétt er hérna með þeir voru að búa til eitthvað dóp 2.5 Men Breaking Bad 2.5 Einn af þeim var að búa til eitthvað dóp Ég ætla að segja bara Breaking 2.5 Men Besti leikmaður sem þú spila með Ronaldo brasilískur Betur en Messi? Já Ok, það er þetta stórt Fyndnasti leikmaður sem þú spila með Sveppi Hvað kveikir í þér? Tabasco Þinn helsti kostur Loyal Þinn helsti ókostur
Svíkull. Besti fótboltamaður Íslands fyrir upphæði. Ég. Lið í ensku. Chelsea. Hversu myndalegur ertu á skalanum 1-10? Solid 8. Uppáhaldsljómsveit. Rolling Stones. Erfiðasta andstæðingurinn á ferlinum. Sol Campbell. Kemst Ísland á HM 2026? Nei. Já, er þetta komið ánægð með öll svörin nema síðasta? Þið vilja fá jáðar. Já. En máli er að svona, við erum bara svolítið vön að svona komast í sjensinn og svo klikkar þetta einhvern veginn. Nú förum við bara allir. Nú er samt að verða 8 ár sen við vorum á stórmóti. Já, hvar verður það haldið? 8 ár. Hvar verður þetta haldið? Bandaríkjun? Miami eða ekki? Hvað er mikið veistlafarti Bandaríkjun, Mexiko og eitthvað. Horfa á háa. Jesus, við verðum að komast, en Eiður, ég veit að þú ert að fara annað, takk kella fyrir komuna. Heiður að fá þig og er það ekki bara áfram Ísland? Jú, það held ég. Ísland á HM, en hér kemur Rihanna. Þetta er enda ritt besta lag allar tíma og það hefur mikið verið gert grína mig fyrir að segja það, en ég stend við það. FM 957. Það held ég þér að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957. Þetta var okkar besta Rihanna. Ég held að ég las einhversandenningir að hún er að fara að gefa út tónlist aftur loksins. það er rosa. Það er frábært. Já, hún er orðið helviti langt síðan og hún gaf út plötu. Hún er bara the queen. Já, bara, mér finnst eiginlega bara. Það er allavega nokkri slagarar hana. Já, bara þú veist, ef hún kemur aftur þá förum við á hérna tónleika. Já, ég var til. Myndum maður ekki alltaf fara á tónleika? Jú, það var ekki aðeitt 100%. En ég var að spá að hendi ykkur í nýjasta lið. Það var smá skellur að ég þyrfti að fara tvisvar. Nei. Ég nenni því. Eða bara löng aðgerð, skilur, bara lengi stóð. Ég nenni ekki að vera í viku það núti. En sko málið er tvisvar. Þú ferð náttúrulega bara og svo ferð bara daginn eftir þér og þú veist, þú ert ekki að fara tvisvar til Tyrkland. Nei, en aftur var þið pakka saman. Það má ekki drekka 2 mánuði fyrir aðgerð og ekki mánuði eftir aðgerð. Ég hef ekki kynnt mér þetta, ég ætla aðeins að Nei, samt talaður bara að eins og vissir þetta og þetta væri fárálegt og þetta myndi ekki mega sens, sko. Það var bara, ég sagði þess að mitt mat. Þitt faglega mat. En þú veist, það er bara oft sagt, þú veist, eðlilega er það sagt, eins og nú er landsleikur eftir. Og það er ekki sagt, þá var það ekki 2 mánuðum fyrir. Nei, ég veit það. Og hann var í þessu, hann veit þetta betur en þú. Já, algjörlega. Og ég er líka, ég er ekkert að efast um þetta lengur. Nei, ok. Ég ætla bara að googla þetta þegar mér langs að vita af hverju það er. Já, hann var að segja það, því að þú mátt ekki vera með eitthvað eitur í líkamannu, því að þetta var alltaf að fara bara í fókus á þetta. Það sem ég meinti á hann var bara oft sagt svona til þess að, þú veist, eðla gefur það, þú veist, það er bara eðlilegt og fer í svona aðgerð. Auðvitað vilja þeir ekki læknandir að þú fær bara beint á pöppin, dettur á hausinn og færð þú að væli þeim, hörru þetta klikkaði hjá ykkur, bara nei, þú fórst að dasta á hausinn og þú varst fullur. Herru, við ætlum að fara hérna sver núna í nýjasta lið eftir í fimmblöða sem að heitir Hvor er nær? Og er þið tilbúinum í símana því að þið þurfa að senda mér hvað þið haldið að sé. Ok, ég ætla að byrja á hvað haldið að lengsta nef allra tíma sé í sentimetrum. Og það er okkar besti maður Thomas Wetters sem á lengsta svona nef sem hefur verið mælt allavega. Lengsta nef, það er glæðið langt, sko. Það er málið. Ég sé mynda þessu manni, þetta, já. Hvað, þú þekkir allir þessu? Nei, ég sé mynda þessu manni, það kom frétt á Íslandi minna mann bara, ég rakst á þessa frétt. Thomas Wetters? Já, fyrir nokkur mánuðum, sko. Já, ok. En hann að ég veit nokkur. Hvað haldið til dæmis, Egil, hvað er nefið á mér í sentimetrum? Það er kannski 2,5-3. Já, ok. Herru, þá spyr ég, þið þurfa að senda hvað haldið að nefið á Thomas Wetters í land. Ok, Egil er komið. Þetta var að horfa á svarið mitt. Ég er að senda á blöðina. Þetta staðar á svarið mitt. Ég er ekki að Er þau skrifaðu? Heldur ég geti það bara. Og komið. það er komið. Þetta, Egil segir að stærsta nef allra tíma sé 11 cm, Steindi segir að sé 23 cm og Steindi á nær, það er 19 cm. Ég þarf að sjá þetta nef. Þetta er rosalegt nef, sko. Þetta er rosalegt nef. Það lítur að vera bara einhverju sirkus eða ekki? 19 cm. Ekki, hann fer bara ekki fund með þetta nefið þá nokkuð. Þetta er framan á honum. En það er náttúrulega fullt af liðið sem hefur farið í nef aðgerð eins og Jackson og Ég held mér að ég var í sko pushing it með 11 sko. 19. Já. Hvað er, ég er svo lélegur í þessu, hvað nærða þá hingað? Nei, hvað er? Já, bara cirka hana. Já, bara svo gósi. Það er rosalegt. Ég þarf að sjá hana mann. Hvað er handleggurinn á mér? Hann er bara einhverjir, veist 55 cm. Það er svo hálfur handleggur. Já. Það er rosalega skrítið. Þetta er alvöru nef, sko. Já, en ég veit að við höfum ekkert að rætta þetta, því ég er að tala um að fara kannski í háríkgræslu. Ef að þið þyrftu að fara í eitthvað svona lítið aðgerð, hvað myndið þið fara í?
eitthvað að stríða ykkur eða? Nei, Ég veit ekki alveg. ég bara, eru ekki bara fínir? Segjum bara, kemur ykkur til og segir bara Þú voru að laga eitthvað. Já, þú mátt þú mátt fá hvað sem frítt hjá sér lítalækni að þetta kostar fullt af pening. Já. Það er ekki bara fytusóð eða eitthvað. Nei, þetta er ekkert fítur svo. Nei, ég bara Nei, Ég bara vilti af andlitónum fullkomið. Hvað var hann að fara í? Þú nærði ekki að koma tilbaka eftir þetta komment sko. Máttu alveg reyna það var bara léleg tilræðin. Þetta er svona svo steindi þegar hann segist þú ættar og greinir sko. Hvað færi með því? Mærið ekkert? Þeir eru svona fullkonir. Nei, því ég myndi örugglega bara þykja að fría hári. Þú hugsaði hvað er í boði og það er þægilegt fyrir þig að velja þetta. En þú væri með hárið, hvað myndir þú velja þá, skilur við? Já, þetta er endar erfið spurning. Ég ætla að fara bara í næstu hér. Ricardo Francisco, hann á heimsmet. Hann setti heimsmet árið 2016 þegar hann átti að éta eins marga Big Mac hamborgara og hægt er á 1 mínútu. Big Mac, ég held að það séu flestir sem að hlusta sem þekki Big Mac, þetta er 2-faldur hamborgari. Á 1 mínútu? Hvað náði hann að éta marga Big Mac á 1 mínútu sem er heimsmet? Sko það sem fólk gerir í svona, það bleitir matinn, það dýfur þessi vatn og treður upp í sig. Hefur þið séð svona pulsukerfi? Já, ég sé pulsuna en það var ekki gert í þessu. Herru, þannig rútan, landsliðið, löggan og lögreglufylgd. Já, er það nöðsilegt? Sko, þetta er á mínútu. Ég myndi ekki halda að landsliðið þyrfti lögreglufylgd frá Hilton og niður á völl á móti Azerbaijan. Sko, ef ég væri núna, því að þið geisla þá Hilton þetta ég myndi segja bara strákar, ég ætla bara að labba þetta er í alveg bara 16 metrar Þetta ferði í rútun og stemningu. Já, en það er líka bara mikið það er 10 svona meiri stemning þegar landslið labba saman yfir og allir bílarnir að bippa og koma, allir með gluggana koma drengi, takk í dag í staðin verið að láta keira sig með einhverju lögreglufylgd 10-20 metra Lögreglufylgdin sko eiginlega gerir nei, herðu, hvað heitir þessi hái hestu sem þú ert áhafna? Má ég fá að lána það? Nei, þú veist hvað ég á við, þetta er bara hérna. Það er þetta eitt í þessu að þetta vekur meira athygli af því við erum á litlu Íslandi, það myndi enginn spá í þessari rútu eða það var ekki lögga fyrir framan, við sko að minna. Já, bara miklu meiri stemning fyrir land og þjóð að labbaði niður og vinga öllum bílunum og okay. Þetta er vantarlega fáráleg tala. Þetta er mínúta hvað átan marga Big Maca á 1 mínútu? Ég er bara að svara Algjört fucking gisk sko. Þeir eru komnir, Egill, ertu eitthvað rugglað? Heldur hann að geti 17 Big Mac á 1 mínútu? 1 mínútu, 60 sekundur. Hann er 90 cm nefgæðin á hann sko. Þannig að það kemur ekkert óvart lengur í sko. Mér fannst ég vera pushing it sko. Ég sko steindir að pakka þið saman. Hann sagði 7 heimsmetið 5 Big Mac á 1 mínútu. Það var það sem ég hugsaði á. Það býtur auðvitað 4-5. Nei, þetta er alltaf eitthvað fáráleg tala. Þú sagði 17. Já, ég var way off. 5 Big Mac á 1 mínútu sem er enda rosalegt. Mér finnst það ekkert svo impressive samt. Ég raunin ekki sko. Ég gæti það steindi ekki alltaf ekki 5 á 1 mínútu. Nei, maður gæti 1 á mínútu. Heldur það? Já, maður fyrir létt með það. Ég myndi ná 2 á 1 mínútu. 2 með Big Mac? Nei, reyndar. Það er ógeðslega mikið sko. Sverrir Bergman geti náð 3 á 100 mínútur. Sverrir Bergman er maður sem ætti að keppa í svona keppnum sko, því að ég hef aldrei séð hana eins sko. En það er rosa munur að taka 3 eða 5 á mínútu ef þú ætti að keppa við sekundur sko. Það var eitthvað langt að taka 17. Ok, fyrir mér næsta, ég þarf að komast á blað. En var steindi ekki eitthvað með eitthvað þvílíkar yfirlýsingar í þættinu hvað hann geti þetta marga pulsur og náðu ekki eins og 5? Jú. Það við fórum svo í blöggast það var 4 eða eitthvað. Það var 10 eitthvað. Áta ekki 5. Það get allir bara 5 sko. Ég geti getið 4 alltaf. Það get ekki allir getið 5. Jú, fólki. 5 pulsur. Það er alveg slatti. Þú náður ekki 5, þú varst með 4. Nei, hvað, ég held ég gæti alveg getið bara eitthvað 20-30. En hvað var það? Ég sagði bara að það voru ekkert mál. Þú sagði að fara létt með 10. Af því við vorum ekki á tíma sko. Við vorum bara að taka upp þátt sem við kannski klukkutíma og ég mátti bara vera að éta allan þáttinn. Náðu 4. Það er alveg að prófa þetta aftur sko. Já, það var það síðasta drengir, þá spyr ég ykkur hvað er lengsta róp allra tíma? Það er langt. Já, það er sko, þetta er Manetti Booger Revenge of the Nerds. Já, það er náttúrulega bíómynd. Hann rópaði ekkert eðlilega. Þetta er langt sinni síðan Revenge of the Nerds. Það er hárun Nerds. Já, fólk að fara lítið á klukkuna þegar hann var að rópa þetta. Þannig að þetta er langt sko. Já, hversu langt haldið þetta sé? Sko, Steindi er búin að pakka það saman. Þannig að allar reyna að klóra í bakkan þetta. Herru, svo er klefi, glemdi klefa maður. Við erum að fara í klefa hér svo eftir. Ég er búin að senda þig. Herru, Steindi, ég verð að gefa hann það. He's on fire. Já, hvað segir Egill? Hann er að pakka mig saman. Mér fannst þetta að vera samtalið way off sko.
Nei, Egill er bara, hann er svo sett fullur á kantinum. Egill segir 4 mínútur, Steindi segir 1:34 og heimsmynd er 1 mínút og 13 sekundur. Þannig að Steindi var helviti nálægt þessum. Ég er burgerhálir og rópað í meir en 2-3 mínútur. Já, það er alveg svo, það er ekki til risaðlur. Ég var að horfa á Jurassic Park, sko, það eru ekkert að fara að koma hérna. En til hamingju Steindi 3-0, þessi fyrsta sinn sem er svona walkover, skuldum auglýsingar og svo förum við í að klefa í fyrsta sinn í heilanga tíma. Topp tónlistarstöðin FM 957 FM 957 hér á FM 957 og já, það er komið að klefa í fyrsta sinn í langa tíma, við erum ekki beinni útsendingu. Nei. Og sko, það hefur mikið verið sendt á mig bara hvort sem hættir í klefunum. Já, það gengur ekki, við alltaf hættum aldrei í klefunum. Nei, hann er búin að vera í góðri pásu. Já Og það er hugmynd sem að við erum með núna í dag sem að gæti farið fyrir ofangarðið að neðan. Hvað segir maður, ofangarð og neðan eða ofangarðið að neðan? Fyrir ofangarð og neðan. Við erum á FM sko, Saman hvað maður segir allavega, þá er ég að meina það. Þetta er dagskólarliðurinn viltu koma í lyklapartí? Já, og bara gamla góða klassíska. Já, þannig að við ætlum að ringja og þykjast vera að ferðast landið. Já. Og svona að hlera liði hvort þessi stemming fyrir að taka smá partí. Við erum svona back in town. Já. Og að hlera hvort það sé ekki stemmari En sko maður segir bara hæru lyklapartí. Bara henda lyklum í skál Já, ég meina Hvað kallið þið þetta upp í Mosó? Kannast fólk ekki við þennan frasa? Ég held það hlýtur eiginlega að vera. Annars er þetta bara ekki nóg gott. Hvort viltu vera undan eða eftir? Ég skal vera á eftir. Ég veit ekki hvort það er þetta bara fínt að taka plásturinn af. Já, ég bara, mér finnst þetta óþægilegt. Já, ég er fann að hræðast þetta en við skuldum klefa og við skulum, maður sjá, við erum Hafþór, það er ekki bara góð maður? Jú. Það erum ok, ég ætla að bjalla þetta. Já. Hafþór? Nei, þetta er ekki númerið hans, þetta er konunars. Þetta er konunars, hæ, hvað heitir þú? Emma, hæ. Árni Begga heiti ég og er að syngja hérna, þið er í Tungutunni, ekki? jú. Já, ég er nefnilega smá ferðalagi í landi við konan, hún er hérna með mér, hún Baddi og við erum hérna að ferðast húsbíl, ég veit ekki hvort þú séð okkur kannski eitthvað hérna á ferðinni. Hver segir þú sért? Hörður? Árni Begga. Árni Begga, ekkert hvað það er. Nei, ég bjó bara hérna sem krakki og við erum að ferðast aðeins landi, ég og hérna Biddi kona mín. Já. Og þú hefur kannski séð okkur, við erum að kera með á svona húsbílan rauður með svona þruma og ég veit ekki hvort þú séð hann. Já, nei. Nei, en alltaf við erum svona að hlera, við nefnilega hefum svona aðeins verið að taka sjensa í sambandinu og við erum svona verið að heyra hérna eins og núna erum við að heyra núna í fólkinu í Tungutunni. Já. Hvort það sé eitthvað stemming fyrir að hendi eitt gott lyklapartí? Hendi eitt gott lyklapartí? Lyklapartí, hvað er það? Þá hendum við öll bara lyklunum í skál og sjáum hvað gerist. Nei, takk. Það er þetta að fara bara út í bíl og annað. Heyrðu, hver er þetta? Þú ert að byggja mér? Nei, Árni Begga heiti ég. Árni Begga, þú ert aðan Árni Begga. Nei. Þú ert að byggja mér? Nei, hún er þetta með mér, hún Biddi. Já. Hæ. Já, halló. Já, við erum sem... Nei, þetta er svo sem ekkert bull, sko. Hann Árni Begga hérna, maðurinn minn, hann ólst hér upp. Á Eyrarbakka? Já, og við erum hérna komin svona aftur í bæinn og erum náttúrulega búin að vera að ferðast allan heiminn, þannig að fólk er náttúrulega töluvert opnara þar. Við ætlum aðtöga hvort það væri ykkur stemning fyrir því að setja lyklan í skál og... Nei, takk fyrir. Já. Ég bara, nei. Nei, það er á ekkert að því. Við grunnaði kannski eitthvað, hver hérna í göttunni væri svona opin fyrir þessu? Ég held að, ég veit ekki, ég er ekki við sem ég segir margir. Við í göttunni erum öll sko bara í kringu 70. Hún er eitthvað feimin við þetta. Já. Það er engan áhuga fyrir þessu. Nei, ég skilji, já þið eru öll í kringu 70, já. Já. Aldur skiptir engum máli í þessu. Nei. En það er bara verið í stuði. Er ekki áhuga. Nei, já. Við ætlum það ekki að þvinga neitt í þetta, Biddi mín. Við höldum bara áfram að leita, við förum í næsta hverfi og spyrjum þar. Ég vissi að þú ert eitthvað ég þekki og ert að ljúga mér, en ok. Fyrirgerðum þetta. Við veitum Öddi og Steindi og við erum búin að... Skilðu þið? Ég þátti að segja reitt. Fjórða sinns þú ringir í mig. Nei! Ég get svarið það. Öddi, þú voru að fara að skrolla betur. Ég skrollaði vel niður á síðunni.
Fjögur skipti og búin að ljúga mig alveg fulla aftur ná. Svona er þetta búið að vera útastáttur lengi, það verið að hringi í sama Ég skal fólksskemmtinn. lofa því, ég hringi aldrei aftur. Jú, ég mátt alveg hringja aftur en guð mér almáttugur. Við reynum að ná einhverjum öðrum. Er ég í útvarpinu? Nei. Og vorum að taka upp. Við erum að taka upp fyrir útvarpi. Erum við afsakað þetta? Já, ok. Bye. Þetta var, og þau voru ekki til, eða hún var ekki til. Nei. Já, ég minna eðlilega. Ok, en þú voru að taka eitt líka. Já. Ok, viltu ég ringi konu eða kall? Ég er náttúrulega ætlaði að ringi kallana, sko. Já, hringdi kall og hérna Bara halda okkur við nafnið Hafþór. Ætlaðu þú þá að leika konu ef þú Ætlaði að hefna þinn, ég Þú baðst mig bara að maður mæta hann og vænt inn, ég vissi ekkert hvað átt að gerast. Reyndar, sko, það er ekki oft, þetta var alltaf besta kona sem þú ert ekki. Þú ert ekki nefnilega, þú ert ekki sterkur í kvennarötunni, ég er hræðilurinn líka, sko. Já, halló. Herra, ok, þá ála hérna annar tilbúin. Já, góðan daginn. Góð dag. Er það Hafþór? Já. Sæll og blessaður. Sæll og blessaður. Ég var nú ekki, ég segi, ég veit nú ekki hvort þú munir eftir manni. Ég bjó nú lengi á Fáskrúðsvegi, sko. Já. Nú maður komin aftur í bæinn. Já. Það er nú búin að meika það í Bandaríkjunum, sko. Já, ég og frúin erum bara með svona nokkuð tæki. Við ætlum að koma og setja upp svona lítið tífúli helgina, sko. Já. Herðu, en svo vorum við að hugsa, sko, við náttúrulega erum alltaf svolítið flippur, sko. Þannig að við vorum að hugsa hvort það var ekki gaman að hendi smá svona partí, vístu við erum komin, sko. Aðeins að hitta fólkið og hrist upp í þessu og jafnvel setja lykla í skálina, sko. Við erum alveg þar. Setja lykla bara í skálina, við erum alveg þar. Nú erum maður búið með 2, sko, en ég er nú bara að hugsa upp átt, sko. En eitthvað stemning fyrir því hérna? Ég veit ekki meir, sko. Veit ekki meir. Veit bara ekki meir. Ég skil ekki alveg, hvað mennur þau? Ég er að segja, heldur að sé ekki eitthvað stemmari bara fyrir því að allir setja kippun í skál og... Ég bara veit það ekki. Nei, svo var ég bara dreigið, sko, fattar þau? Já. Þetta er nú alveg bara ég að hugsa upp átt, sko, þetta er nú bara kasta boltum, sko, ég var aðeins í tengingu við. Brálega gerir germaður, allir í tækjónum og allt í rugli. Nei, ég sé að maður er búin að vinna mikið maður og fær maður sinna aðeins og svo fórum við allt inn að hugsa, það var nú gaman að hendi eitt svona partí, sko. Veistu eitthvað fólk sem er að tjama þetta? Bara veit það ekki. Nei, ég skili. Við erum bara að leita fólki sem er til í hans að partíja, sko. Já, þú talar lausu það? Já, ég skili. Heyrðu? Þannig, sko. Já, ég ætla að halda áfram að hringi fólk og aðtóa hvort að það sé ekki einhver til í að hendi gott lyklapartí. Já. Segjum það. Já, blessaður. Þessi var ekkert að nenna þessu, sko. Hvað heldur þú? Þetta held ég það nennis enginn. Þetta ekki. Þú getur ekki hringt bara á Fáskrúðsfjörð og hendi lyklapartí bara úr einhverju vinnusvím í Reykjavík. Hvað myndir þú gera ef það er hringt í þig? Ég myndi náttúrulega... Það myndi einhver hringja og segja bara, við vorum að koma við erum með tífúli í bænum. Nennir að koma og ríða mér á konunum minn. Já, þetta myndi maður ekkert nenna því. Nei. Maður myndi ekki standa í þessu. Þetta er bara umskast. Ég er bara svo hissað, þú setur hissað, nefndu sig ekki. Ég er alveg að hissa hvað fólk er að hanga á línunni. Ég var löngum búin að vera bara, halló, hvað segirðu? Ég er mjög fegin og kallar ekki konuna en þetta var... Ég ætla... Nei, já, gott Ísland. Ég glemdi því, maður. Ég er svo lélugur að leika konu. En viltu taka, því að ég held að fólk hafi gaman að heyra að taka konu. Viltu taka þriðja símtalið? Við erum bæði á, við erum saman á spíkar að hringja í flippi og ég er búin í bílnum og spyrja. Ég geta það, please. Eitt östu. Er þetta ekki bara komið gott? Jú, en eitt östu bara. Ok, þá er það einhverja konu. Já, bara við flippi að hringja og þú að leika frúnna. Við svona aðeins að flippa og hlæja mikið að hvort öðru og svona. Ok, maður sé. Veistu hvað er við? Já, maður sé. Er ég konan? Já, þá ert þú konan og við erum aðalega að hringja bara í megaflippi, sko. Við erum ógeðslega flippuð. Það verður svo vond. Já, við byrjum alveg hlæjandi og skálandi og alveg, hver er þetta stóð þingi? Svandís.
Já, Sandís Bitti, lefðu mér Sandís, hvað segir þau? Bitti, lefðu mér aðeins að tala Þú ert Sandís þetta mín spíkar hjá okkur Sandís, þú ert á spíkar hérna hjá Átna og Bitti, sko Þú ert á spíkar hérna hjá okkur Þú ert á spíkar hérna hjá Átna og Bitti Hvernig hittum við á þig? Ertu alltaf í skóarhólunum? Já, já Ertu ekki alltaf í skóarhólunum? Jú. Slökum aðeins á Bitti ég þetta Við vorum nú bara opnin að hvíta Við vorum að lenda hérna í bænum sko Við erum búin að vera að ferðast Það minni með tífúli Við erum búin að ferðast svo mikið Við keyptum hérna svona lítið faranstífúli hérna erlendis frá og fluttum inn Heyrðu, Sandís Já. Já, það býttu Spurðu Það er slag Ára og ég vissum kerkin Já, heyrðu, við ætlum rétt að hérna hvort það væri eitthvað stemning í bænum fyrir að hendi í leiklapartí Ég veit það ekki. Já, Bitti Ég geti þetta ekki svona Bitti mín Nei, Steindi, ég geti þetta ekki Hættu Við getum þetta ekki Svandís Já. Fyrirgefðu Þetta var örgulega lélegasta síma þetta allra tíma Aftökulega ólæður Þetta er auðvitað Steindi hérna Við erum að Það er eitthvað púki okkur Helst þetta væri Átni og Bitti Þið eru flottir. Nei, ekki þessu sýntali Nei, þetta er ákveðið lágpunktur hjá okkur En afsaka óþæðið og hefur góða helgi Og sömlega. Ok, sjáumst Takk, bæ Ég varð að stoppa Já, þetta var óþægilegt. Þetta er bara með óþægindarhótt Þetta var dagskráliðurinn komdu í líklapartí Ég veit ekki hvort það er gamla honum Sjáum til hvort það fyrir mjög langt Er hann komið til að vera svínið? Ég veit ekki maður Svínið Þetta er FM FM 957 Það eru Loop Zero og Dynout sem færi ykkur FM 95 blöð hér á FM 957 Og já, talandi Loop Zero Það er þetta að panta það í gegnum bak.is í okkar besta huga Já, Húki byrjar að Húki Entrepreneur Já. Hann færði bara heimsendingu og afslátt og dósina koma bara veint heim til Hann bara bjóð upp á áskrift Þannig að þú getur bara verið Þarf ekki að gera neitt Nei. Færði þetta bara heim Helviti þægilegt en byrju þú varst að googla við erum búin að vera að ræða svolítið landsleikin það er Ísland, Azerbaijan hér eftir, já það er bara klukkutími leik rúmur, útsending hefst á sín eftir hálftíma, Gummi Ben að lýsa hvað búa, 10 milljónir Ég held að Já, þannig að samt eru við mun líklegri Já, við erum búin að, eru ekki búin að tapa 10 leikir með röð, sagði það ekki? Jó, verður það ekki 11, ég ætla að vona það Hann væri smá svona mútkillir að tapa fyrsta leik í riðlinum heima á múti Azerbaijan Já, það er bara gengur Getið nefnir einhvern leikmenn sem hefur spilað fyrir Azerbaijan? Nei Ég get nú ekki nefnt marga leikmenn bara Nei, þú getur ekki nefnt eitt leikmenn í Newcastle sem er upp á sliðið þitt, Jó, Nú, hver? bara Ég læti ekki koma svona fram með mig Nefndum eitt leikmenn í Newcastle í dag Ég basically get nefndir alla leikmennina Hvað það með? Ég get bara komið Hættu að googla Ég sjá þetta Ég ekki get að googla Víst þetta að googla En við erum að fara í dagskalið sem heitir spurningakeppni Gilsarans Já, það eru King of Ógeð King of Ógeð sem að ég skil ekki alveg að því að það er gott veður og Þetta er bara ógeðslegu titill Já, Akkur heitir þetta og ég skil ekki okkur þetta er seasonal Já, hún hefur verið oft áður Já, Og þú vilt í rauninni, þú tóna winning streak í þessu stendi Já, Þetta er eitthvað sem þú vilt ekki vinna Já, Það er eitt að vera King of Friends og eitthvað svona en King of Ógeð er eitthvað sem ég hef bara ekki áhuga á King of Friends, ekki sem ég hef verið með það Ekki? Það sem gekk í hugmynd sko, King of Friends Ég heldur sér búin að vera með allt Það er orðið helviti lítið Þetta sem er er besta hugmynd sem blöðu kom Nei, King of Friends hefur aldrei verið Ná, ok Hörðu, þetta er að nóta þetta niður King of Friends, getur við þá eftir King of Ógeð Það er eitthvað sem vil ég vinna, kannski Ég heyri að því vantar eitthvað nýtt King of Friends, það er næst Þannig að þú veist Þannig að hérna, King of Ógeð King of Ógeð, já Steindi vann með yfirbörðum hann að 31. mæ 2024 og svo var jafntefli hjá okkur félögum í rauninni bara 2 mánuði setna Þetta er í fyrra Það er bara ár síðan Já Þannig að ertu hrjótandi ógeð? Nei, ég hrýta ekki mikið Ég á til að hrjóta Þú veist byrjaði þetta sterkna Já, en ég veit ekki alveg með hrjótandi Þegar þú segir það, þá er það víst bara þannig Þetta er svo Ég er að muna núna, þessi spurningkemur svo óþægð En ég ætla bara að vera Hrjótandi ógeð En ég ætla bara að vera heiðalegur Leðilegt svaris Já, mjög leðilegt
En ég get verið hrjótandi ódýr Stundum ég bara með krút Þú veist, á góðum miðvikudegi Það bara með krútlega rótur Ég held reyndur að aldrei verið með krútlega rótur sko. Nei, þú veist, ég get verið bara eins og þarna vídeo sem þú tókst að mér í bústanum Þið sopnaði í sófanum, ástu Ég meina, við förum mikið Það var eitt af mínum vestu rótum, sko Við höfum skemmt mikið saman út á landi og það bara þannig í seinni tíð að við þurfum alltaf að vera með 2 herbyggi því ég get ekki sofið í sama herbyggjusniti Þá hef ég alveg hugsað til hrjótandi ógi og mér finnst ljótt hvernig Þú varst hreinskilinn, Stóni, komur að blaða Þú ert bestur í þessar keppni En veit ég hvað, nú ætla ég að tala fyrir hönd okkar hrótufólks Þetta agalegt fyrir okkur líka, sko Af því að við getum hvergi lagt okkur Við getum, svo sopna í flugvél Þú finnur ekki fyrir þessu Nei, en þú ert samt þessu þegar ég alveg að sopna í flugvél Ég sopna alltaf í flugvélum, mér finnst gott að sofa í flugvélum Þú ert með opinn munn Já, ég veit allt það af því að þú tekur alltaf myndir að því og farin að senda á fólk út allan bæ, sko og máli að ég þá ég alltaf að hugsa, veit ekki hvað ég veit út með að hlusta á podcast alveg að dett út þá hugsa maður bara stundir shit, ég bara að fara terror þess að heila vel ef ég sopna þannig að ég ætla að reyna að þrauka Manstu þú vaknar á leiðin til AC síðast og bara var allir að horfa á það að hlæja Herru, að segja það var ekki góð tilfinning Ég átti eftir að segja ykkur þetta Ég var að koma heim frá Köln núna bara nýlega Auðvitað þá flugvél líka? Nei, en ég var sem sagt að detta út, sko, alveg og svo sopnaði og ég vaknaði að flugfröðunar koma með bakka þú veist, svona matabakkan og það verið að afgreiða sérst gaur sem situr við hliðina á mér bara einhver ókunnugur gaur og hann að tegja sig eitthvað svona yfir ég vakna eitthvað svona smá við þetta og lít þá var hann bara þá það náttúrulega bara alveg yfir mér bara, þú veist, bara algjörlega yfir mér Ég hef sittið í flugvél Já, veist hvað þetta þegar bakkinn mætir Það er ekki allir sem er að hlusta Já, við ganginn og ég sitt, ég ligg svona og það taumur, þú veist, bólurinn minn hann er bara blöytur bara blöytur alla bringulega bólurinn Já, og bara svona alveg niður á maga, sko og það er bara svona taumur frá munninu niður og ég lít svona og ég svona tek þurrka svona og svo lít ég niður ég sé bara, það er ekki hægt að fela þetta því að þá er ég að fara úr bólurinn og það er að bera ofan Þú lág svofandi slefandi Ég var ekki með peysu, sko Rennandi blöytu bólur, slefar það mikið? Já, bara rennandi blöytur á bólum Þannig að ég bara, þú veist, ég sagði þið bara við Ég sagði bara, sko, bara fyrir gefið þetta bara, sorry, þú veist Hvað var svipurinn á flugfröðinu þegar hún horfði á þig slefandi að nefið allan og bara, örgulega ekki góður, þú veist, örgulega fólk að halda feysi og svona Heldur hún að vera að hugsa greiði kallinn? Nei, hún hefur hugsað, já, þú veist, hún hefur samt pottet að hugsa bara, þetta er ekki hægt, sko, þú veist, bara komið smekk eða lána með ból bara, við erum með einn auka ból en þetta í, þú veist, ég var alltaf blöytu bara Það var líka búið að vera smá keislaður að vera með smekk og bleiu og líka græjuna vera með græjuna Já, hrótu græjuna Þú veist að það er ekki hægt að vera með smekkin og bleiun á saman tíma, sko Það sér ekki bleiuna Nei, þú veist þú getur líka ekki verið fertur Þá ertu bara eins og ungabann stórt ungabann Þú getur ekki sest upp í vél og sett á þig smekka því þú ert að fara að leggja þig Það gengur ekki Trikki er núna Nú flýg ég aldrei aftur á bolnum Ég ætla alltaf að vera með peysu með mér Já, nú getur farið úr peysunni Já, peysan var potið ekstar upp í hólfinu eða eitthvað Ég bara var ekki að fara að nenna pæli í En ég ætla næst að vera bara með hana með mér Þetta er ekki bara 1-0 eða? Þetta var bara fyrsta spurninga Þessi verið löng, sko Fyrsta spurningin tók 7 mínútur og mjög einföld, þetta er hrjótandi ógeð Við tölum 7-8 mínútur þetta Ertu sköllóttur? Já, það er náttúrulega ógeðslegt Já, við erum það Ekki endilega Við setjum banna á þessu keppni Ekki endilega mikið lengur Nei, málega er að þú ert eftir Ég verð að nýta tíma núna Þegar þú ert bara að fá þykkt krullað hár Já, en þú veist, þú ert ekki bara að tala um mig Þú veist að það er fullt af fólki að hlusta sem er Það getur farið Tyrklands Þetta er ekki leikur vandarlega Þetta er king of ógeðsluður Þú spyrir eftir sköllóttur Það er bara ekki nógu góð spurning Nú ætlum ég bara taka upp hanskan fyrir alla sem er að hlusta sem er sköllótt ógeð Sagði það ekki Nei, en keppnin heitir King of ógeð og svo spyrðu þú ertu sköllóttur og fann einhvern snilling til þess að átt að sá bara hvert þú ert að fara með þetta En 1-1 Þannig að maður er ógeðsluður maður er sköllóttur og hrítur Þetta er ekki gott Greið var eitthvað að hlusta núna bara að keira með börnin upp í bústað og bara bæði hrítur og sköllóttur Hann er bara búin að skipta stöð Það er gaman að einhver úti að það fær fullt það er bara 9 punkt
Sko, þá má sá aðeins senda mér e-mail ef þú fekst bara svar. En sko, allavega, næsta, þetta alltaf tempo hérna. Hefur verið ógeð og skili eftir póka í dós eða glasi og einhver tekið sopa af því? Já, því miður, það er ógeðslegt. Nú er ég sammálaður, þetta er eðlileg spurning og ég skammast mig fyrir það. Já. Það er ekki vinsælt þegar það gerist. Þú kom með lít. Já, ég er að reyna átt að maður. Ég er ekki vissum að ég hef lent í þessu. Þú ert náttúrulega búin að kingja nokkrum og ringi upp á heilsugæslu. Já, og er ógislegu, sko. Það er að koma í ljós, sko. Þannig að ég er ekki að reyna að færa mig hérna. Ég er bara að segja að ég held ég hef ekki lent í að setja í, ég hef einhvern tíma að losa í dós, sko. Ég ger það ekki í dag, sko. Ég er svo hættur einhver drekja, krakkarnir eða einhver. Glöðlega því sem daginn. En ég lendi í þessi bílnum með Rakel Dóksopa. Já, ég held nefnilega að ég hef ekki lent í að einhver hafi fengið sér sopa á hver áttu þetta. Að tó ég, sorry, ég held ég hef ekki lent í. Þetta er hræðileg byrjun á ferðalagi. Ég get staðfesta. Já. Það er 2-1 fyrir Blöð. Fyrst getur komin yfir í King of Ógeð. Ég er ekki að fíla það. Ertu það mikið ógeð að þú hefur verið ráfandi heima hjá þig fullari maður í bleiu? Nei. Stóni, hvað meinar með nei? Það veit allar í Íslandi þú varst labbað allt húsið í bleiu? Nei, það er ekki rétt. Sko, þarna hefur þið getað gefið mér punkt. Hefur þið hlustað. Hann lá. Já, akkurat. Labbaði ekki hlustar. Nei, ég labba aldrei Ég labbaði ég gat ekki labbað Hefði ég labbað, ég sko, ég veikur Hvernig byrjuðu, Ég gat ekki labbað rúlar þið þá af sófanum og skreiðstu bara í burtu? Hvernig settur þið, þetta er þetta góða punktur, hvernig settur þið bleiun á þig? Þú lítur á þurft að labba. Nei, ég sett hann ekki á mig. Ég sett aldrei Þú bleiu á þurftir að mig. sækja hana. Já, ég sótt hana Já. Sett hana undir mig. Bara eins og ég hefði geta sett bara Var það bara svo að liggja á ofan bleiu? Ég geta sett bara 2 handklæði eða eitthvað. Þá nú lappar aldrei með bleiuna. Festur hann ekki með límbandur hann? Nei, það er ekki hægt að því að ég er fullorðinn maður og þetta var bleia fyrir svona 2 ára krakka og það virkar ekki. Hvað á að segja þess að sögu ofti? Ég hef ekki sett að setja þess að bleia á öllun á mig. Hvaða dýrin er lélegasta minni? Ertu gullfisk? Ég held að það var í 2-2 hana. Nei, ég var bara sárlega Ok, hérna 2-1 fyrir Blöð þá. Þetta kemur óvart. Þetta er skellur. Ertu það mikið ógeð að þú pantaði drikk í flugvél meðan var látin maður og gólunum hér fram að þig? Nei, þú ætlum bara að segja nei. Þetta er yktast að saga allar tíma. Það var engin láti. Það var bara eitthvað maður sem fekk smá aðsvif af því að kom turbulence. Svo var hann bara orðin feskur. Ég var í 9 tíma flugi og ég spurði herru, get ég pantað eitt gin og tónik hérna? Og ég fekk hann og Steindi pantaði þessi líka. Þannig að hættu þessu. Þetta er bara nei. Það var allt í samt í apaskýt. Hættu þessu Steindi. Hættu þessu að ljúga. En ég sverða núna, það var allt í rugli samt í þessari vél. Ekki þegar ég pantað drikkin. Vélum var bara, ég held að í smá tíma hún var á leiðinu niður sko. Smá turbulence hann. Þannig að það er ennþá 2-1. Það eru 2-1. Það eru 1, 2, 3, 4 eftir. Ertu það mikið ógeð að þú hljófst öskrandi eftir gellu út alla kringluna? Enn og aftur þetta klikka á svona stórum atriðum í þessu, ekki eins og smáatriðum. Ég er að fara að vinna þetta, þú er svo vittlust. Og orðar þetta svo heimst. Hvað er vittlust þarna? Já, í fyrsta lagi hann elti píu úr kringlunni á samkomi í svona 100. sinn. Það var ekki einu sinni þannig sko. Víst gerður það. Ég elti engan. Ég fekk bara boð að mæta á samkomu. Já, þannig að þú eltir hann úr kringlunni á samkomuna. Það segir sér sjálf. Ég fór bara heim í bara heilengi, þú veist. Ég ætlaði bíó kvöldi með Dóra en hún var í kringlunni, eða ekki? Þessi pía. Við þurfum ekki. Svo fyrir hún heimdi sín. Nei, fyrir hún á samkomu. Þú eltir hann þangað. Já, sko, ég kem bara þar. Mér var bara bóð að koma þangað. Þú veist, skilur. Þetta er bara, ég bara þáði bara bóð. Já, þetta var bara svona. Ég þarf að fá Dóra DNA aftur í. Nei, hann er búinn að fara yfir þessu sögur. Ég menna hann að sagt að öskrandi svo óður maður hann. Nei, hvað er það bulla? Öskrandi í kringlunni, bara svo óður maður. Hvað er þetta? Ég er bara að rifja þetta. Þú ert ekki að rifja neitt. Þú varst ekki að maður og það hefur enginn sagt þetta. Þannig að þú varst ekki að rifja neitt. Bara búið til. Þú verður að fara að ná í stigstindi. Ég nenni ekki að vinna þetta. Varst einu sinni það mikið ógeð í flugvél að Gella tók mynda þér í vélinu og sendu alla vinkonum sínar? Nei. Já, ég lendi þessu. Já, 2-2. Þetta er veisla fyrir mig. Hvaða mynd var þetta? Var ég hrjóndandi eða? Já, þetta fór út allt. Var ég að slefa á allt þetta? Bæði. Næstur að flýfa með play eða eitthvað, þá þarfstu bara að láta vita. Það má ekki tekja myndi. Þetta er bara eins og Kanye West þegar hann fyrir kirkju, no photos. Já, nei. Þú vorst að segja það bara þú vorst að beða flugstjórunum að fylgjuna, herðu Steinþór Róa Steinþórsson er þetta, hann mun slefa og vera hann ógeð hann leifir enga myndir.
Þú ert að vera í engaflugur, það er þetta ekki veginn Nei, hún er sendið þetta bara á eina vinkonu sinni eða eitthvað, það er alltaf leið Þetta, ég fekk þetta send Þetta var Fekk þú þetta send? Já Það fór væral Það er svolítið Það sem gerðist Það var ekki væral Ég fekk hún 2-2 Ertu það mikið ógeð að þú átti til að ónáða menn þegar í róliheiturum að hægja sér? Nei Sko þarna blöð þarf þú að vera heiðalur sko. Nei, Ég ég hef aldrei gert það. veit þú vilt svo lítið vera king of ógeð En þú varst að ónáða mig á klóstinu Og það er bara stað Ég kallaði ekki að ónaða Ég myndi frekar að segja, ertu það mikið ógeð og letið býðið eftir í hálftíma þá þarf að koma að sækja þenn á klósin Það er annað Það er bara ekki spurning Það er ekki spurning Það er þetta væraleg hugmyndaspurningu Það er hugmyndaspurningu Eina sem ég gerði var að spurja í landi Ég kalla það ekki að ónaða neitt Sko, blöð Það er eina sem ég gerði Ég lappaði á klósin og ég sagði Steindi, ég landi Og hvað sagði Steindi? Það kom ekkert svar Svo kom hann bara eins og eitthvað pitbullinn í stúdíói og ég held bara alltaf að berja mig Sko, stráka Kom ekkert Það svaraði ekki Það er bara tótlinni Ég held það var eitthvað hoppin hurðin Ok, nú er þetta eins og með flugvélasöguna sem er kannski aðeins kryddast með árunum En það er verið að draga rosalega úr þessum maður Hvað meinarðu? Þetta var ekki og komst ekki inn á klóst og sagðir Heyrðu, er ekki allir bara Þetta var allir bara Steindi, ertu hann? Það varst alveg Ég sagði, ég sverða Ég opnaði og sagði Steindi, er langt í þig? Við erum að byrja Það kom ekkert svar Steindi, eitthvað svona Og ég sagði kannski við erum að byrja Það var ekkert meira það Já, en þetta er bara almennsklósett bara 6-7 herbyggja Nei, það eru 4 herbyggjar Já, en þú veist Þetta Nei, það eru 5 Já, þú hlýtur að fá punktana samt Ég segi nei Ég er ekki að ónaða fólk sem er að hægja sér Já, 3-2 fyrir blöð Jesus Þú varst öskandi á greimandinn að var að hægja sér í róluhautunum Ok, Og Steindi í friði þennan að hægja sér Ég var bara til að hafa könnun í það Svo við náttúrulega getum ekki framkvæmt þessu könnun hérna En ef það væri bara könnun sem fólk gerir bara með sjálfu sér Er í lagi að fara inn á almennsklósett sem eru mörg klósett Hvað ætlu að ræða þetta oft? Nei, ég finnst fólkið í lagi að fara inn á almennsklósett sem eru mörg klósett og segja eitthvað skilur Herðu, Jón við erum að fara að byrja Vilt ekki, er því að vera að koma? Ég get lofaði því Það er ekki í lagi Ég er að segja ykkur Það hefði verið einhver annar en ofhugsandi djún Það hefði verið Sveppi, eða Egill, eða Pétur eða bara hver sem er Sveppa hefði sagt bara, hvað er í gangi? Nei, það hefði kallað inn Sveppi, er landið, nei, ég er að koma Það eru eðlileg viðbrögð Nei, fólk er á klósettinu inn á heima Hvað er það, bara þegja þetta? Nei, ef þetta væri heima á þér eða mér og þú myndir segja, Steindi, við erum að fara bíllinn er komin eitthvað svona, ég er á klósettinu hjá mér auðvitað það til að, við getum bara spjallað daginn og veginn þar, sko en þetta var svona því að Fyrir utan það var engin annar á klósettinu að minni Það er ein eftir og blöð geti fyrsta skipti Ói, ég nenni því ekki maður Er ég orðinn king of ógeð? Fyrir að kalla á eitthvað sem ég landi Nei, það er að Ég á líka að því ég er sköllóttur Þess vegna er það berjast Ég er king of ógeð að því ég er sköllóttur og spurði þig hvort það veri landið þig Þvílíkt ógeð sem ég er En ætti ég að fá það frekar að því ég er hrít Það er eina sem ég er búin að gera í þessari keppni Allavega mitt hefur ekki áhrif á aðra En pæli hvað þetta er skemmtilegt fyrir næsta ár þegar þið mæti aftur og það er alltaf jafnt Nei, við þurfum að banna king of ógeð Ertu þá ógeðslega góður í rúminu að Gerla hefur sagt orðrétt Þetta er svo leið Jesus Terry fucking Christ Því líka rugglið að sæna sig í betan með Steindi Junior maður Sér er þetta leiðilegt maður Ég nenni ekki að svari sinns Er jafnumlega? Nei, það er ekki jafn Helsjón heldur góð Þú ert bara að vannst þetta Nei, það veit ekki maður Það hefur enginn sagt þetta Ég hugsanir sko Ég get lofa þér í, akkurat það sem varst að segja núna Það hefur enginn sagt þetta neitt í heim Ekki eins og þú sagðir þetta allavega Ég er king of ógeð en það eru tveir snillingar úr Skagafirði sem eru ekki ógeð Þeir eru bestir og þetta er uppáhaldslæðið mitt í dag FM 957 Það er fyrir að hlusta FM 95 blöð hér á FM 957 og það er að sjálfsögur líka Keiluhöllin og Pepsi Max sem færi ykkur FM 95 blöð Ruglega nokkrir á leiðin í Keiluhöllin og horfa á landsleikin sem að byrjar eftir, tæpan klukkutíma núna Ég er að peppast aðeins upp Við þurfum að vinna fyrsta leik og svona koma aðeins í gang Já, fólk er að tala um að þetta gæti orðið eitthvað svona 6-0 leikur Það er enginn að tala um það Það sigur væri sterkt Það verður stemning Ég sætti mig ekkert bara við sigur í þessu leik Jú, 3 stig er eina sem við þurfum Já, ég er að segja, þú veist maður vill sjá þarna alveg leik sko en fá markatölun upp En ég var alveg saman þó að þetta sé drefleðilegt við vinnum 1-0 og við fáum 3 stig Já
En drengir, við erum búin að steingleyma að minnast á það er bingo á sunnudaginn. Það er hið árlega haustbingo blökastins og það hafa aldrei verið jafn góðu vinningar í haustbingo eða bara vinningar í einhverju bingo hinga til, sveinu þá. Já. Við erum með á sunnudaginn byrja klukkan 7:30 í beinni útsendingu á vísir.is og sín vísir. Við erum að tala að það er 100 króna gjafabréf frá Play, það er Room frá Dorma, það er PlayStation 5 tölva, það er golfferð fyrir 2 til Portugals með Eagle golfferðum. Við erum með árskort í sporthúsið, við erum með svítuna Penguin Suite á Rangá, við erum með Galaxy síma, S25 Galaxy síma upp á 200 krónur og þetta bara, ég held að við erum aldrei verið með jafn mikið af flottu vinningum. Óli Jó hendi líki okkur portalnum sem ferðatölva og sem sagt PlayStation ferðatölvan og Rick-hættónum og fleira, þannig að það verður aukavinningarnir, ég með fullt af aukavinningu líka sem koma. Já, það verður stærsta bingo að hinga til, þannig að það er líka algjörst möst að ef þau eru áskrifendur af blökastinu til þess að taka þátt í þessu bingo þá þurfum við að vera áskrifendur af blökastinu, kostar 1390 og þið fáið 3 spjöld, gerist áskrifendurinn á fm95blog.is og líka ef þau eru áskrifendur endilega sækja spjöldin snemma eins og alltaf, svo verður ekki vesen á sunnudaginn, þannig að við hvetjum alla til að fara bara núna og sækja spjöldin. Já, munið þegar við ætlum alltaf við hugsaum hvað væri svona gott að áskriftin kosti. Jafn mikið á 1 bjór. Já. Það er skemmtilegt. Þá kostaði bjórinn 1390, hann á aðeins dýrar í dag. Já. Hann er bara að hækka. En ætlum við að enda þetta á íslensku slúðrið það? Já. Það er rosalega að reyna að losna við það? Nei. Ég veit að það eru margir búin að bíða eftir því að ég fengi fullt sent á Instagram að vilja íslensk slúður, sko. Já, það er allavega, ég er búin að kíkja á inboxið góða og það er nú ýmislegt þar, sko. Já. Ég segi bara á hverju vil ég byrja, sko. Ég á ekki bara að byrja á þessu Já, hvað er bara með móla? Þetta er Ásgeir Kolbeinsson. Hann náttúrulega er þekktur fyrir það að vera búin að mastera hitastig. Já, hann er mikið áhuga á líkamsita. Já, og er svona, sko, byrjaði náttúrulega alltaf bara að nota hefðbundna rassamæla í gamla daga, sko. Já. Og síðan hefur hann notað náttúrulega ýmislegt til að mæla kjötmæli, fingur, þumal. Hann er náttúrulega farið í gegnum rosalega ferli með þetta og hefur alltaf við, sko, þetta er fyrsti maðurinn sem hefur verið án kommu í, kommulaus og haldi því hitast í viku. Ég er búin að gleypa hvað þetta mikið rugl. Nei, þetta er þú veist, ef þú mælið núna blöð, ég get lofa þér, þú 36,4. Ég er líka með kvef og eitthvað. Var kolp 37,0 bara í viku? Já, því að þú mælið inn dag núna, kannski 37,5 sem er bara eðlilegt, 36,4. Þetta rokkar, hann var 37,0. Er það fullkomið hitast á líka maður? Já, í viku, sko. Er það slúðrið það? Hæ? Er það slúðrið? Nei. Það er að reyna að semja þetta á stað. Varstu ekki búin að semja þetta? Jú. Því ég veit að þú ert ekki að fá þetta send, sko. Jú. Ok, hvað er slúðrið þá? Og slúðrið er að hann er núna farin að rassamæla með því að nota tunguna. Æja. Sem er Förum í Steindi, förum í næsta móla. Já, sko. Hvað er það að tala um að segja rimmalið bara? Nei, það er ekki til því. Það er það sem þú varst að segja. Nei, hann komst að því að þarna er bara mjög nákvæm hitamæling sem ást að. Please, næsta móla. Já, en ég ætlaði bara að segja, sko, nú er pappans pirraður út í hann. Nú, var hann að mæla pappa sinna? Já, sko, hann rassamældi hann í gær og hann er orðin og pappas er orðin vel þreyttur á þessum mælingum. Góðum bara í næsta móla. Kolbeinn Pétursson, hann var 90 ára bara þessu ári, sko. Er hann nýraður? Já, 90 ára hann lítur út fyrir að vera svona 70. Já, hann er eðlilega hress og skemmtilegur alltaf på 10 og hann er bara. Er hann 90 ára gamall? Er hann 90 ára gamall? Það er aðra slúðrís. Var hann bara að hita með hann í gær? Þetta gera drikkur, verð ekki að þælast þetta maður, sagði pappin, sko. Mér fannst þú bara að vera með svona slen, pappi minn, sagði Kolban. Fannst þú bara að vera með slen? Hann sagði það, sko, við hann, sko. Og ég bara nenni ekki að koma hérna í ykkur á kolbsteik, maður, og alltaf mældur, sagði pappa. Ég er alltaf mældur. Ég er alltaf mældur. Og virkaði bara fölus, næstu móli. Ég vissi þetta ekki að vera 90. Nei. Það er ekki að skrýtni í þessu. Hæ? Ég ætla ekki eins og að segja bara. Ok, næsta.
Herðu, það er okkar besti maður Sigurður Hlöðursson Hlöðarinn, Hlöðmarsín. Hvað er að gera með ekki með Sigga Löð? Ég er nýbúin að heyri Sigga Löð, hann að græja miða fyrir með Old Trafford, þannig að það er alltaf bara 10 þar sko. Ekki fara að ljúga eitthvað upp á hann í svona 100. sinni í þessu þætti sko. Hvað? Hann er bara með mjög mikla magakveisu búin að vera drullu tæpur. Nei, hvað? Þú varst að semmi tósta. Nei, Er það magakveisu? Þú varst bara að horfa það slúður? Þú varst að reyna að hugsa. Gleymdur að undirbúa þetta. Það er bara hreinskilur núna. Gleymdur að undirbúa slúrið það. En heitast að slúður í Íslandi í dag að Siggi Hlöð með magakveisu? Bara svo allir Íslendinga fá. Já, þú veist, þetta er basically pest. Okay. Það er bara allt upp á 10 þannig. Nájá. Það er ekki að dæma menn með pest. Ok. Herri, svo er allt í rugli á æskæsmaður. Var þetta slúður? En mólið búin með Siggi Hlöð pest. Ég þekki Steindar svo vel. Hann er að horfa eitthvað svona út í loftið og reyna að hugsa eitthvað og ég er ekki að ná þessu. Jó. Nei, ok, hvað er oft bara með Kolb og með Sigga Hlöð, ég veit alveg hvað ætlar að segja, svo bara hættur við það og svo ertu að reyna að hugsa eitthvað og hvað hann er með magapest. Já, það er slúðrið. Bara geti eitthvað fjanda. Við erum ekki að vera að krefja það eitthvað lengur. Og hvað er loka mólin? Það er æskæsmaður. Það er allt í tómu tjóni þar. Er það svona æskæs? Hann er að tefja. Nei, hvað er það? Það er að því að hérna út af sko strákarnir, þeir eru allir bara í sko Rúrik er aðalega brjálæðir þetta. Okkur er Rúrik brjálæðir? Að sauða á honum daginn að því að strákarnir eru í venjulegum brókum, bara Under Armour, Nike og Levi's og Calvin og svona brækur. En Rúrik er í svona Versace nærbuxum rasslausum með teygju og með svona póka framan á. Rasslausum? Það er að brjálæðir. Okay. Og hann er að segja við það þessi 10 svona þægilega og líða sexy fyrir sjóið og það er náttúrulega höllin. Það er góð punktur á hann, líða sexy. Já, og svona hann er að keyra þetta áfram og það er svona eitthvað pyrringur í gangi þarna og svo líka frikkið að því að hann vill að vinu sinn taki lagið og hvað er vinu sinn? Gamli vinur hans þarna sem að vinur hans sem að var alltaf með hann einhvern veginn. Krakk? Já, sem er orðin alltaf bara fullorinn í dag. Þeir eru búin að halda bandi og hann er að vill henda sem var í og alltaf að spila töluleiki kannanda en hann vill hérna að hann komi upp á svið og takki hérna hann er að sá gæi byrjar í tónlist sko. Já, herðu, elsku hlustendur í góða helgi. Við sjáumst á ljósanótt. Allir geggi verði með þetta móla. Ég var náttúrulega ekki búin með æskæsmóla. Ég hef aldrei séð Steinda semja þetta jafn mikið á staðlum. Við Steindi verðum hins vegar á ljósanótt annað kvöld, förum á svið 22:05 strax eftir flugeldasýningu. Hlakka til að bara sjá alla þar í stuði. Þetta er bara risagík og við erum að fara að mæta hann algjörlega all-in. Fyrsta sinn og svo er það sjálfsögðu Ísland Azerbaijan á sín sport núna klukkan, bara útsendingin er byrjuð 18:00 18:00 leikur, að þið viljið sjá marka veislu. Já, stillið inn á vísi.is klukkan 19:30 á sunnudaginn, þá verður eitt okkar besta bingo hinga til og hver veitum að þeir séu að fara í golfferð til Portugals eða fá PlayStation 5 tölvu, ég veit ekki hvað og hvað, þannig að vonandi sjáum við okkur á sunnudaginn klukkan 19:30, annars blökast þið á þriðjudaginn eða bara eftir viku. Góða helgi. Tónlistarstöðin FM 957